Góðan daginn. Heyrist ofvel í mér kannski? Nei, ok. Góðan daginn og velkomin og mér þykir gaman að sjá okkur hér á þessu málþingi siðmenntar, félags siðrænna húmanista Íslam. Markmiðið með þessu málþingi er að stuðla að og hvetja til málefnalegrar og gagnrýninnar umræðu Íslam. Ég heiti Steinunn Rögnvaldsdóttir og ég er stjórnarmaður í siðmennt og ég verð fundarstjóri hér í dag. Ef það einhverjir sem eru ekki mjög kunnugir í siðmennt en vilja fræðast meira, þá hefur við lagt aldrei bæklingum á borðið þarna og þar er líka vatn og glös ef við viljum fá okkur og kaffið er hérna aðeins frammi. Við þurfum að fara aðeins út fyrir til þess að fara í kaffi innan þar. Svona með praktísku atriðin. En í dag munum við heyra 4 erindi umræðuefnið Íslam út frá þessum útgangspunkti sem að við höfum gert að yfirskrift fundarins, þurfum við að óttast Íslam. Og frummælendur eru í fyrsta lagi Sigurður Hólm Gunnarsson sem er iðjuþjálfi og stjórnarmaður í siðmennt. Erindi hans heitir Trúfrelsi, veralegt samfélag og Íslam. Á eftir honum talar Íbrahim Sverrir Agnarsson sem er formaður félags múslima á Íslandi og hans erindi heitir Hugmyndafræði Íslam og öfgahópar. Tvínast er Guðrún Margrét Guðmundsdóttir með erindi, hún er doktorsnemi í mannfræði og erindi hennar heitir Gagnrýni á Íslam á tímum íslamofóbíu og síðastur talar Helgi Hrafn Gunnarsson sem er þingmaður Pírata og hann ætlar að tala óttafull viðbrögð og lýðræðislega ábyrgð, það er yfirskrift hans erindis. Við ætlum að hafa skipulagið þannig að hvert erindi er 10 til 12 mínútna langt og þegar allir ræðumenn hafa lokið máli sínu, sem sagt eftir öll 4 erindin, þá tökum við spurningar úr sal og ég beini til gesta að hafa spurningar sína hnitmiðar og skýrar og kynna sig þegar þar að kemur og gefa mér merki ef þið vilja taka til máls og bera fram sína spurningu. Þá mun ég sem sagt opna mælendaskrá að loknum framsögum. En ég vona að þetta sé nokkuð skýrt og við munum hafa gagn og gaman að þessum erindum og við ríðum á vaðið með Sigurði. Gjörðu svo vel. Heyrið vel í mér, ef ég tala hér, blottir. Hérna bara góðan daginn og verið velkomin öll sömul á þetta áhugaverða málþing, vonandi. Ég hlakka til að fá að taka þátt í pallborðsumræðum hér á eftir og hlusta á öll hin erindin. En ég er stjórnarmaður í siðmennt og ég vildi kannski segja ykkur frá því af hverju siðmennt er að halda þetta málþing og er að varpa fram þessari spurningu, þurfum við að óttast Íslam. Og ástæðan fyrir því er að umræðan Íslam hefur verið töluvert mikil hér á Íslandi og reyndar allan heim undanfarin misseri og ár og að mínu mati hefur umræðan verið svo lítið öfgakennd, þar að segja hún sveiflast svolítið frá því að við fáum viðhorf þar sem að fólk er mjög hrætt og óttaslegið við Íslam og múslima og telja þau trúarbrögð sérstaklega slæm, ill, verri en önnur trúarbrögð og við verðum að óttast þau. Og jafnvel að gera eitthvað mjög róttækt til þess að koma í veg fyrir að múslimar komist til Íslands eða annarra þjóða og svo framvegis. Og nú er siðmennt félags siðrænna húmanista, það er félag trúleysingja, ég er trúleysingi og ég er gagnrýninn á trúarbrögð almennt, á flest trúarbrögð og ég tel einmitt mikilvægt að við höfum tíma og rúm til þess að ræða trúarbrögð með opinskátt og án þess að þurfa að ritskoða okkur. En að samaskapi tel ég að við verðum að fjalla trúarbrögð af einhvers konar virðingu og umburðarlyndi og af sanngirni. Og þess vegna er siðmennt að halda þetta málþing. Að reyna að forðast þessar upphrópanir og reyna að ræða hver vandinn er, ef hann er til staðar, sem ég tel reyndar að sé að einhverju leyti, og finna ykkur svona góða leið til þess að ræða málið. Núna fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar þá var umræðan Íslam töluvert mikil hér á landi og
og þar komu fram að mínum mjög hættulegar skoðanir hvernig að bregðast við múslimum og öðrum trúarbrögðum. Nýverið var svo kannað hvaða afstöðu Íslendingar höfðu til þess að múslimar mættu reisa sér trúarbyggingu í Reykjavík, og svo konum var reyndar afskaplega gölluð sem við getum kannski fjallað síðar, en niðurstaðan var enga síður sú að næstu því helmingur Íslendinga vildi beinlínis banna múslimum að reisa sér byggingar hér á Íslandi, og það finnst mér bara nokkuð svakalegt, ef ég á að segja alveg svo er. Og svo þessi umræða sífellt í gangi, og þar bara síðast í gær þá heyrði ég í fréttum, eða var það í fyrradag, að nú lögreglan að tala að hún þurfi jafnvel að fara að efla vopn á Íslandi og efla allt öryggi vegna þess að öfgasamtökin ISIS að hvetja sína meðlimi til þess að fremja hryðjuverk víðsvegar, þannig að ógnin komin þangað. En að mínum ótti að einhverjum marki skiljanlegur og jafnvel mjög skiljanlegur í sumum tilfellum, vegna þess að ég veit að ofstækisfullir einstaklingar og ofstækisfullir hópar þeir boða vissulega fordóma og vilja skerða réttindi og draga úr frelsi einstaklinga, og oft með ansi alvarlegum afleiðingum. En ég hygg líka að ótti fólks gagnvart einstaka trúarbrögðum eins og múslimum byggja að sumu leyti á fáfræði, og að eðlilega viti fólk ekki alltaf hvernig að það eigi að bregðast við því þegar það fær upplýsingar eða það upplifir einhvers konar utanaðkomandi ógn eða öfga. Og það mín skoðun að hrætt fólk finni oft lausn með því að banna hluti. Bönnum múslimum að byggja trúarbyggingar, og eins og einhverjir held ég meira segja sem eru hér í salnum hafa sagt að það eigi beinlínis að banna bara íslam á Íslandi, vegna þess að trúarbrögðin sé of hættuleg og Ísland sé síðasta vígi kristindómsins og ég veit ekki hvað og hvað. En ég á því að slík viðbrögð séu engu skárri heldur en ofstæki sumra talsmanna trúarbragða eða öfgahópa. Með því að vera mismuna trúarhópum þá verið að berjast fyrir mannréttindum með mannréttindabrotum, og það verið að vernda tjáningafrelsið með því að ritskoða og skerða tjáningafrelsið. Það verið að vernda frelsið með fjötrum. Og ég hef tekið eftir því hér á Íslandi að það oft sama fólkið sem vill annars vegar banna múslimum að byggja moskur á Íslandi en styður leið þjóðkirkjufyrirkomulagið. Það styður að Ísland sé kristin þjóð og að ákveðin trúarsöfnuður sé sérstaklega verndaður í stjórnarskrá, og þeir sem óttast mest önnur trúarbrögð eða trúleysi, sem að trúleysingi svo mig, að þeir vilja styðja leið umsfang mikil opinber afskipti af trúarlífi Íslendinga. Og ég held að í slíkri afstöðu þá felist ákveðin vandi. Það nefnilega ekki hægt að berjast bæði fyrir því að hið opinbera styðji ákveðin trúarbrögð eins og gert hér á Íslandi, en síðan tala fyrir því að traðka á réttindum annarra. Sérstakur stuðningur við kristni og þjóðkirkju skapar að mínum þvert á móti bara hættulegt fordæmi. Það nefnilega ekki hægt í frjálsu lýðræðisríki að hið opinbera styðji annars vegar sumar lífsskoðanir en aðrar ekki, eða jafnvel reyni að mismuna fólki eða það annarra trúar. Og sem dæmi þá ekki hægt að hafa í lögum að það sé í lagi að afhenda sumum kristnum söfnuðum ókeypis slóðir á vegum sveitarfélaga ef við ætlum svo að hafa aðrar reglur fyrir aðra trúarhópa, eða breyta reglunum þegar einhverjir innan gæsalappa og óæskilegir trúarhópar koma og sækjum. En svo fara nú aðeins yfir í spurninguna sem spurt á þessu þingi, þurfum við að óttast íslam? Að þá svarið mitt, stuttasvarið, kannski svaraði ég betur á eftir, en stuttasvarið mitt bæði já og nei. Svarið já, því að
ég tel að allir sem að styðja veraldlegt og lýðræðislegt samfélag ættu að óttast eða gjalda varhug við hvers konar bókstafstrú eða öflum sem að með einhverjum hætti vilja boða fordóma, beita ofbeldi eða skerða frelsi annarra. Og að mínu mati, svo ég segi bara alveg eins og ég veit að hér eru einhverjir múslimar í salnum, en að mínu mati íslamsk bókstafstrú bara galin hugmyndafræði og á það bara við aðra bókstafstrú svo sem líka. En já, ég óttast öfgakenndar hugmyndir. Ég óttast það þegar fólk talar fyrir frelsisskerðingu og jafnvel ofbeldi í nafni trúarbragða. Auðvitað óttast ég það. En svar mitt líka nei. Því að ég þeirra skoðunar að íslam sé ekki hættulegri en önnur trúarbrögð í eðli sínu. Íslam heldur ekki hættulegri heldur en pólitísk hugmyndafræði sem boðar ótta eða kúgun kvenna eða fordóma gagnvart samkynhneigðum eða hvaðina. Málið að það allskyns hugmyndafræði sem ég óttast og meðal annars óttast ég bókstafstrú, ég óttast líka ýmsa pólitíska hugmyndafræði. Og það að fjalla íslam eða önnur trúarbrögð í samhengi við hryðjuverk og styrjaldarátök eða annað ofbeldi, þá má oft heyra tvær fullyrðingar þegar fjallað íslam með þessum hætti. Það má oft heyra tvær fullyrðingar sem eiga það bara eitt sameiginlegt að það eru báðar rangar. Önnur fullyrðingin sú að ástandið í heiminum hafi ekkert með trúarbrögð að gera eða ekkert með íslam að gera. Það augljóslega rangt. Það hefur eitthvað með það að gera. Hin fullyrðingin sem líka röng að trúarbrögðin sé á einhvern hátt rót alls ills. Slíkar fullyrðingar að mínum mati augljóslega rangar. Sjálft fólkið sem að boða fordóma og tekur þátt í átökum og fremur hryðjuverk segir margt hvert óumbeðið að afstaða þeirra sé byggð á trúarskoðunum. Ég ætla ekki að rengja það. En að sama skapi eru trúarbrögð augljóslega ekki eina ástæða ofbeldis, fordóma og hryðjuverka eins og stundum haldið fram. Og hvað þá einstaka trúarbrögð eins og íslam? Þeir sem halda slíku fram að einfalda mjög flókin vandamál. Augljóst að trúarbrögð hafa áhrif á samfélög í samhengi við það umhverfi sem að trúarbrögðin eru í. Hvert menntunarstig almennings, hver upplifun einstaklings í samfélaginu á framtíðarmöguleikum sínum, hvert stjórnmálaástandið, hefur það búið við langvarandi kúgun, hersötu og margt fleira. Það ekki hægt að útskýra þetta bara með það að hér séu múslimar að verki eða kristnir öfgamenn. Það verður alltaf að horfa á samfélagið í heild. Sem dæmi, hér á Íslandi vilja margir útskýra það að hér sé sæmilegur friður og jafnrétti og bara hér sé gott samfélag. Af hverju? Jú, af því að hér kristið samfélag. Svo benda þeir á okkur vond svæði út í heimi og þar sem helst eru múslimar og benda þar eru engin réttindi. En veltið þess aðeins fyrir ykkur. Haldið þið virkilega að það sé tiltölulega góður friður og tiltölulega gott að búa á Íslandi af því að hér sé kristið samfélag? Haldið að það eigi við hinn vestræna heim yfirleitt? Ef þið hugsið aðeins út í það, þá það augljóslega rangt. Kristni var til fyrir líklega 2000 árum síðan, orðin sæmilega útbreidd á 4. öld og hefur síðan orðið útbreiddari og styrst. Síðan á 4. öld. Það samt ekki síðan á 18. og 19. öld sem við erum að fá svona sæmileg mannréttindi á þessum svæðum, sem að bara konur fá rétti þess að kjósa eða bara tjá sig. Það eru örfá ár síðan ég fór síðast í útvarpið á Íslandi til þess að tala við einhvern kristinn mann þar sem hann vildi senda alla homana til helvítis. Það augljóst að það ekki bein tengsl á milli þess að hér sé kristið samfélag og hér sé tiltölulega gott lýðræði og mannréttindi virt. Þessi útskýringarnar eru bara flóknari og það þarf að ræða þær.
Nú veit ég ekki alveg hvað mikinn tíma þið bútt. Tæfilega mínútu. Þá ætlum ég bara að fara með mín lokaorð en ætla að fá að segja ykkur, spjalla betur við ykkur eftir. En mín lokaorð þá þessi, að ef að þið hafið áhyggjur af ástækisfullum trúarhópum, eins og ég hef að vissu leyti, ef þið óttist bara aukin völd öfgahópa í íslensku samfélagi, eru það mótið því að sveitafélög gefi trúarhópum lóðir ókeypis undir trúarbyggingar, eða til að tjáningarfrelsi sé mikilvægt, að það sé mikilvægt að tryggja jafnrétti og mannréttindi allra og ef fordómar fara í taugarnar á okkur, þá segjum við ykkur að eina lausnin er að styðja veraldlegt samfélag en ekki að banna ákveðna trúarhópa eða mismuna þeim eða reyna að jaðarsetja þá með því að vera með mikla fordóma gagnvart stórum hópum út frá einstaka tilvikum. Og með veraldlegu samfélagi á ég einfalla við þetta að við hvetjum hið opinbera til þess að tryggja réttindi okkar allra til þess að hafa ólíka lífssýn, ólíkar trúarskoðanir, til þess að fá að iðka okkar trú eða tjá okkar lífsskoðun og tryggja réttindi okkar til þess að tala og gagnrýna og við höfum að vera dugleg við að gagnrýna allt. Stjórnmálamenn, háttsetta menn í trúarhreyfingum, menn sem tala verið siðmennt og alla, við erum bara duglega að gagnrýna, gera það málefnalega og ekki hræðast. Engin hugmynd er heilug, allir eiga að hlusta á gagnrýni. Það er að mínum mati eina leiðin til þess að tryggja það að við getum búið áfram í tiltölulega öflugu samfélagi þar sem mannréttindi eru virt. Takk fyrir. Þakkum Sigurður kærlega fyrir þetta. Íbrahim Sverrir, þú ert næstur. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Já, ég hef mínar, 12 mínútur? Já, það byrjar að rúlla núna. Ok, en ég ætla ef ég kynni mig þá gerðist í múslimi strax 1972. Kannski fáið vaskglasi, ég svo þýsk. Já, ok. Ég svo sem ekkert orðin múslimi nýlega, bara til að skapa vandræði. Þetta eitthvað sem gerðist hjá mér 1972 og ég ætla ekki að draga það í efa að ég frelsaðist. Ég var fyrir trúarlegri reynslu og mín stuttarskýring er svo að ég hef eitthvað fljúgandi teppi og ég hef enga ástæðu til að skila því. En það er náttúrulega til aðra skýringar svo sem. En ég var sem sagt að flækjast í Pakistan og Afganistan, maður vissi nú oft ekki hvað landi maður var þá. En mín reynsla fyrst, verandi múslimi frá Evrópu, þá vildi náttúrulega Pakistanir breyta mér í Pakistana. Marokkanarnir sem kynnti síðar vildu breyta mér í Marokkana, Tyrkirnir í Tyrkja, Líbíumenn í Líbíumann og svo víðari. Og svo núna á Íslandi þá er allir Íslendingarnir segja mig hvernig ég á að vera múslimi. Ekki ég. Það er mér sem ekki treystandi fyrir því sjálfur. Og ég ætla að eyða allan tíma í þetta vegna þess að þetta er eiginlega aðalmálið menn er að vitna í alls konar heimildir Íslam með lítilli þekkingu, velja valkvæðar heimildir yfirleitt. Íslam er vast, Íslam er stórt, það sýnir ykkur hérna eftir. En Kóraninn, það hafa verið deilur hvenær er Kóraninn skrifaður, það skiptir að mínum að ekki svo miklu máli vegna þess að Kóraninn er í eðli sínu munnleg heimild. Óral. Hann kemur opinberaður með orðum og þetta er bara nákvæmlega eins og íslensku samfélagi áður. Ég efast að Hávamál hafi verið skrifuð uppáflega. Kóraninn er í eðli sínu óral, þannig að skriftin, þessi arabeska skrift, hún hefur þróast með tímanum og þess vegna var þetta bara, skriftin var stuðningur við hið talaða orð eða hið munda orð eða hvað með geymda orð. Þannig að margir stafi voru mjög svipaðir eða alveg eins. T og B eru eins, F og Q eru eins. Svo seinna meira var þetta afmarkað með ákveðnum táknum sem menn raunverulega gætu lesið þetta á samskonar hátt. Vegna þess að auðvitað tók þetta á því að sérhljóðana vantaði þannig að málískotnar voru þar. Eins og þegar mál þróast þá er þetta í sérhljóðanum. Kóraninn verður að lítast á sem heild. Það er algjör ranghugmynd að hún sé raðað upp bara það lengsta fyrst og það stysta síðast.
ef maður bara skoða síðustu kaflan og sér maður það er ekkert alveg svoleiðis og þetta kannski geti kallað svona svona almenn regla, þá það ekki alveg þannig. Og fyrsta súran í Kóranin sem heitir Al-Baqara og nr. 2, eða önnur, fyrsta Fatiha sem meina bæn, sem heitir Kýrin, nr. 2, hún lengsta súra Kóransins og hún eiginlega svona yfirlit. Þegar maður fyrir að lesa hana þá sér maður að hún eiginlega bara svona samdráttur. Þannig talað gyðinga, kristna, hvernig að koma fram við á, koma að gera, hvernig maður fara í stríð. Almenna reglur, það eiginlega bara svona Kóraninn í samantekin. Svo koma kaflarnir hver á öðrum og þetta í gegnum árin raðaði spámaðurinn sjálfur þessu saman. Þannig að úr verður heild sem menn skilja ekkert alveg þegar menn fara að velta honum fyrir sér. Það þýðir ekkert að grípa honum í eitt og eitt vers sem menn gera. Þá getur mann fundið alls konar hluti útskýrta eftir sínu eigin hætti en það reynilega ekki málið. Svo gerist það að Kóraninn er að múslimum álitið orð Guðs og í honum sjálfur stendur að hann sé fullkomnaður og þurfi ekki það sé skilaboð Muhammads til heimsins. Skilaboð frá Allah. Hadíð allt annað og ég vil byrja að það óhuggulega stór eða óheyrilega stór og mikill bálkur. Það voru til fleiri 100.000 hadíð og það þýðir frásagnir af spámanninum. Og síðan taka menn sér til og það Bukhari sem mikilvægastur því Bukhari valdi úr að einhvers staðar í kringum 5.000 af öllum þeim sem hann taldi vera áreiðanlegar en hans fór aldrei yfir að þannig að það stanguðust ekki á. Hann var eingöngu að rannsaka hvort að menn sem hefðu sagt hadíð hefðu verið á þeim stað, hefðu hitt þá sem við höfðu það frá. Vegna að allar hadíð hafa svo kallar chain, eða svo kallar hlekki, að það eru yfirleitt svona 5 til 15 menn sem þetta rakið í gegnum. Þannig að við ætlum að beita evrópskri sagnfræði á þetta, þá þetta náttúrulega ekki gilt sem heimildir. En við múslimar, við elskum þetta, við notum þetta, en við tökum það ekki allt saman bókstaflega vegna sem verðum að líka eins og það Kóraninn að skoða sem heild. Það stangast á. Og það almennt talið að vera svona fræðimaður í Íslam sem geta gefið fatva til þess að geta útskýrt Íslam. Og raunverulega tala ég hér raunverulega af algjörnum vanefnum. Að til þess að geta gert þetta almennilega útskýrt Kóraninn og útið fatva, þá þarf maður svona cirka 20 ára nám. Það svona statusinn. Það kemur enginn fram og segir allt þetta segir Kóraninn og þann þýðir þetta. Þetta bara miklu flóknara en það. Svo höfum við aftur á móti þetta síra og það aðal heimild þessara svokölluðu íslamofóba sem í því að snúa út úr Íslandi. Þetta meira þjóðsögur. Þetta ekkert staðfest. Mér langar líka að segja mér hadíð það eitt þarna að ein hadíð sem ég hef rekist á að þá spámaður hann bannaði raunverulega múslimanum að skrifa niður nokkuð eftir sér annað en Kóraninn í því skýni að það myndi aldrei blandast saman. Þannig það eru 200 ár eftir dauðan sem þetta skrifa niður. En aftur á móti Bukhari bjó til þessa aðferð og það talað 4 aðal sem eru mest áreiðanlegu hadíðsamlingarnar en lykillinn þessi, Bukhari kannaði þetta allt. Það sem hann valdi, það sem er mest traustvekjandi. Síra svo aftur á móti þjóðsögur, þá kanna menn aldrei það sem menn hafa sagt til að segja hvað sem og þarna eru menn að drepa 40 manns í einu höggi eða lyfta hurðum sem 40 manns á og svona. Það kemur þaðan. Þarna í síra og meira segja þessi hadíðsérfræðingar sem voru að rannsaka málið, þeim var illa við þessa ævisögur ritara. Það voru til nokkrar ævisögur, engin þeirra til í frumriti. Svo sem mest vitnað í eftir Ibn Ísak, hún skrifið niður að Ibn Ísa, mann ekki nákvæmlega Ibn, mann ekki nákvæmlega nafnið, það aftur á móti, það ekki til í frumriti, það bara til í afritum. Tafsír svo aftur á móti útskýringar á Kóranum, það þetta vísindi Kóransins, hvernig á að túlka, því að það skiptir máli hvar hann opinberaður, hvað hann segir, hann er raunverulega samspil þjóðfélagsins, sögunar og Muhammads sem hlustar á Allah. Sharia svo aftur á móti eitt misskilstata hugtak í heimi. Ég ætla ekki eins og að reyna að verja það þannig vegna að þið hafið hugmyndir, þið þykist öll vita hvað Sharia enginn ekki verið hugmyndir það, ég skal bara lofa ykkur því. Fyrsta enska þýðingin á Sharia var umræða lög
Og ef ég á að útskýra magnið á sharia á hvað þetta er byggt, þá skulum við taka bókartitla. Ég hef stundum sýnt að þessum komið í moskuna, þá erum við svona bókaheilu, þá erum við bókartitla, það er 20 bindi, það eru 15 bindi, það eru 10 bindi, það eru 7 bindi í bókartitlunum. Ef við ímyndum tekur 50.000 svona bókartitla, sem samanstanda 5-20 bókum hver, þá eru þið með sharia. Og hvernig ætlar maður að vera sérfræðingur í því? Svo kemur þetta með Sunnisi, ég vil kannski tökum það seinna. Ég ætla að fara fljótt yfir. Hvað er líkt með kristni? Þetta er bara eðlilegt, við erum opinberða bók, við erum Guð, Allah þýðir Guð á arabísku, kristnir araba kalla Guð Allah. Við trúum því að breytni okkar þessum heimi hafi afleiðingar í þeim næsta, eða við séum í þróun á leið eitthvað annað. Við séum að fullkomnast. Uppbygging Kóransins var ég að lýsa áðan. Ég ætla bara að renna svona fljótlega yfir þetta. Ég hlakka svo bara meira til að svara spurningum. Ég segi lögin, eina af misskilningunum í samtíð sharia að það séu Guðs lög. Sharia eru lög sett af mönnum. Sharia er aðferðin til þess að setja lög byggð á sharia, þá ferði í Kóraninn, túlkaran, skoðaran, þú ferði í hadith, þú ferði í ævisöguna og þú notar ástandi í því þjóðfélagi sem lögin er gilda og svo notar það heilbrigða skynsemi. Það er ekki til einn númeraður sharia bálkur sem hægt er að vitna í. Það eru til 50.000 bókartitlar ef við vil kynna ykkur sharia og verið velkomin. Þannig það eru til skýringar, túlkanir og svo eru til 4 helstu skólarnir sem menn á að segja, þeir hafa allir undirdeildir, þannig að þetta er fullt af fatwas, þið getur fundið álitsgerðir allt. Og það er engin, Íslam er eins og segir stórt. Það er margbreytilegt. Miklu margbreytilegra heldur en önnur trúarbrögð. En samt sem alltaf á að vera að benda okkur múslima, þú trúir þessu, þú trúir þessu, þú trúir þessu. Það er ekki hugmynd hvað ég trúi. Sagan, opinberunina hófust í Mekka 610, flótti til Medína 622. Medína-samningurinn sem ég skrifa þarna undir, það er svona merkasta plagg. Það er eiginlega fyrsta stjórnarskrá heimsins. Muhammad fór til Medína í boði Medínabúa til að verða dómari milli hinna ólíku kynþáttar sem það byggu. Þannig hann er sáttasemjari. Damaskus tekur við og þá er eiginlega gamla valdastétti Muavía komið til valda. Muavía er 5. kalifinn. 4 fyrstu kalifarnir eru kallið þeirri réttlátu og Ali er svo síðast af þeim og hann deyr 661. Svo er Íslam eða er raunverulega miðausturinn stjórnar frá Damaskus, þangað til Bagdad kalifarnir taka við upp á 762. Þar var það ákveðin aðskilnaði trúar og pólitísks valds. Fljótlega upp úr 850-60 tóku tyrkneskir herforingjar völdin, kalifinn var eiginlega meir upp á punt og þarna var raunverulega de facto aðskilnaður ríkis og kirkju. Það var, Múhameð var nýttur niður allar miðaldir, það var talað um kynlíf, hann var talinn ólæs og óferjandi, hann var talinn að hann veri flogaveikur, það er alls konar kenningar og svo var meira sér til Kóran sem var skrifað einhvers staðar á katólíkum í Afríku sem ekkert var Kóran, þetta er bara einhver bók sem sagði að svona væri í muslima, en svona væri Kóranin. Smættun darwinismans, það er nú þetta, ég er að tala um White Man's Burden, ég er nú að tala þarna bara um að Íslam, þessi svo kallið sósíaldarwinismi, hann er í því að raunverulega að smætta mannkyni þannig að Evrópubúar eru með betra höfulag, flottari nef, ergo þeir eiga að lifa, hinn er að deyja. En aftur á móti, það ég er að segja er að í nýlindatímanum þá sækja múslimalentu í nýlindatímanum þá sækja þeir sinn styrk og sína baráttu til Íslam. Já, ég kemst ekkert mikið lengra. Ég ætlaði svo að tala, svo ætlaði ég að tala um þessi, ég fæ örugglega allt þetta hérna á eftir. Það er ekki mikið sagt um heiðusmorð, dráp á trúskiptingum, barnagiftingum er ekkert í Kóranum. Tagíja, við meðum ljúga eins og við viljum, það er náttúrulega bara bull. Ég er hérna með, hérna ætla ég svo að þetta sýnir til dæmis að Múhameð og múslimarnir fyrst hafa lifað á ránum. Þetta eru fyrstu 2 árin í Mekka. Sjáu þið hérna casualties description, non-caravan left, non-caravan left, unknown, non-caravan left, non-caravan left, no enemy escaped, muslim 0, 2 killed. Nei, 2 teknir fanga. Þetta er listin yfir allar þessar herrferði sem átt að hafa verið þessar rosalega ránsferð sem fjármagna uppruna Íslam. Og þetta er bara beint af Wikipedia.
Hérna ætla ég að taka eitt dæmi og vonið mig klára þetta. Svo ég með hérna alls konar dót sem ég get sýnt ykkur seinna, ef út í það fer. En hérna sko, ok, þá skulum við bara lesa þetta. Þetta úr Koranum, vers 2:91 og ég sé og að baunaðum á Facebook og svona löngum listum af versum í Koranum, útskýra þetta, þetta er bara ofbeldi. Ég segi alltaf, tökum að fyrsta. Þetta er mjög algengt þetta fyrsta sem kemur í þannig violent verses í hatursíðu sem heitir Religion of Peace. And slay them wherever you may come upon them and drive them away from where they have drove you away. For oppression is worse than killing, and fight not against them near the inviolable house of worship unless they fight you against you there first. But if they fight against you, slay them, such shall be the recompense of those who deny the truth. Harkalegt, stríð, ráðast á. Svona túlkaði við okkar skylda sig að ráðast á alla sem ekki múslimar. Ég með miklu fyrir vers sem sína annað og þetta kemur beint af hérna historical context, sjáum við, of this passage it's not defensive war. Since Muhammad's Muslims are relocated to Medina were not under attack sem wrong. In fact, the verses urge offensive warfare og þetta það sem aðalatrið sem ég ætla að segja. In fact, the verses urge offensive warfare. Þetta sem Religion of Peace vil túlka þetta vers. En hvað gera þeir? Tökum þetta græna fyrst. Það almennt talið öllum helstu fræðimönnum í Íslam regulera eða kontrollera stríði. Við megum berjast að gegn til ráðast og okkur ranglega fyrst. Það er ekkert árastríð leyft í Íslam per se. Punktur. Og þá sjáum við þannig munni 191 sem ég var að lesa, slay them wherever you may come upon them, en sjáum við verðst það undan, sem þeir sleppa. And fight in God's cause against those who wage war against you, but do not commit aggression. For verily God does not love aggressors. Hvernig er þetta í samhengi við þetta hérna, historical context, að þetta er urge to offensive war. Svona yfirleitt allur áráðan gegn okkur. Tilbúningur, vantarvers, útskýringar, rangþýðingar og ályktanir. Er ég búinn? Ég er ekki næstu búinn. Ég vissum að Sverrir fær spurningar, þannig að hann fær örugglega að taka aftur til máls, en fyrst ætlum við að heyra seinni 2 erindin og það Guðrún Margrét Guðmundsdóttir sem er næst í pontu. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég verð bara að segja að þegar hann Sigur Hól bað mér að tala að þá hljóði strax eftir yfirskriftin á þessu málþingi í dag. Fyrir við að óttast Íslam. Ég svona hrökk í kúta þess bara enn og aftur þessi hugmyndafræði eins og þessi verið að gefa þessu eitthvað gildi. Ég tók þetta óþægilegt og stuðandi og fór einmitt strax í vörn, eins og ég Björn að gera, og spurði mig hvernig var að setja gyðingdóm í staðinn og hvernig myndi okkur líða. Svo fær maður að velta fyrir sér og óttast á hvað? Hvað væri við óttast? Erum við óttast moskubyggingu og hvers vegna? Einhvers konar yfirtöku á íslensku samfélagi? Erum við óttast hvað að íslensk ungmenni myndu flykkjast og fara og samnast við, eða sem sagt fara að skæðjast með ISIS? Sjálfsmorðsárásir, afskurður og kynfæra kvenna, hvað poppar upp í hausinn? Og hafið þetta svolítið í huga? Þið vitið. Hver eru raunverulega hugrenningatengslin? Allavega, svo áttaði ég mig auðvitað að þetta var úthugsað hjá Siðmennt, einmitt að slá þennan ögrandi tón og til þess að sýna þau viðhorf sem endurspegla svona okkar hugmyndum Íslam á Íslandi og víðar. Mér fannst sjálfrið fróðlegt að þurfa að kljást við þessa spurningu í raun og veru, þá meina ég mína eigin spurningu. Ég gagnrýni á Íslam og tímum íslamafóbíu. Það þýðir ekki að stökkva í vörn eins og ég vön að gera og einhvern veginn fara að afsaka hluti sem ég kannski sjálf mjög á móti. Svoleiðis að þá þarf maður einhvern veginn að setja sig í stelling, kannski jafnvel að stýra skref tilbaka og skoða hlutina. Og ástæðan fyrir því að ég fer í vörn en að náttúrulega til dæmis það að mér hlýttu við þessir ósanngjörnu umfjöllum Íslam og múslim í samfélaginu, alhæfingu sem myndi aldrei leyfast í öðru samhengi. Þessi neikvæða ímynd múslima
1,6 milljarður manna, neikvæð ímynd, þetta svolítið stórt og mikið og og svona, já, þetta svona hlutir af hverju ég svona bara vísar í áðan vísstefnum fyrr. En svo það hugmyndir svo ég náttúrulega skítrættu öfgahópa, eðlilega. Maður hrættu við ISIS, kannski þetta svona yktasta dæmi núna. Staða kvenna hróðaleg víðast hvar, ekki þó allstaðar, réttindi samkynhneigðra og mannréttindi. En spurning mín þá hér í dag hversu mikið getum við kennt íslamum þessa hluti? Getum við kennt, sem við komin á þetta sjálfur, getum við kennt íslam þennan ófyrirlega öllu leyti, að einhverju leyti, að litlu leyti, að engu leyti? Eða liggur við flókin blanda margra þátta og þurfum við ekki alltaf að skoða þetta í svona svokallaða geopólitíska samhengi? Hvað það á íslensku? Skiljið þið ekki öll? Geopólitísk samhengi þýðir náttúrulega bara samhengi við allt og allt. Það sem að gerast, söguna, stjórnmálin, allt. Ég veit þetta rosalega hjút spurning og svoleiðis að við þurfum aðeins, ég ákvað að ég neyddist til þess að segja ykkur hvernig ég skil hlutina. Og Sverrir var að sjálfsögðu búinn að fara yfir ágætlega, sérstaklega upphafi áður nú var stressaður á tímanum. Svoleiðis að íslam, hvað það? Það eru trúarbrögð, næst algengust í heimi, eingyðistrú, nátengd kristni. Heyrið í mér, ég náttúrulega ekkert hérna í... Heyrið í mér? Ok. Nátengd kristni og gyðingdómi, típisk abrahamísk karllæg trúarbrögð. Lögð áherslu á samband einstaklings við Guð, millilega laust. Guð engin miðstýring, engin Rómarborg, þið vitið, vissulega einhverju svona authority figures að sjálfsögðu. Það lagt áherslu að fólk praktiseri trúna, sé ekki kannski alltaf eitthvað að velta því fyrir sér, svo lengi sem þú praktiserar þá ertu bara svona ágætismálum og þetta mikið hluti af tilveru fólks og daglegu lífi. Já, sem sagt, það felur í sér undirgefning gagnvart Guði, ekki körlum, eins og feministar íslam benda mjög mikið á. Sem sagt, svo eru fjölmargir undirhópa og þið vitið þetta allt saman. Það meina ég með íslam. Ok, múslimar, 1,6 milljarður manna. Fjölmennasta ríki Indónesía, næst Pakistan, Indland og svo Bangladesh og arabar eru aðeins 20%. Þjóðtrú í 56 ríkjum, ef hann rétt. Ok, Miðausturlönd, 18 til 22 lönd fyrir eftir hvernig við teljum. Þú veist, Íran með, Tyrkland, Súdan, þið vitið. Gríðarlega fjölbreytt svæði, menningarlega, félagslega, fjárhagslega, landfræðilega. Lagakerfið ólíkt og allur gangur hversu mikið íslam eða sharia undirliggjandi í lagakerfinu. Þið vitið, alls konar. Þess vegna náttúrulega alhæfingar eru stuðandi, allavega. Íslamofóbía, hvað það? Sem einmitt eins og ég minn ykkur á erindi mitt hér í dag. Ég fór svo hratt yfir þetta, ég ætla að segja það aftur. Sem sagt, gagnrýni á íslam á tímum íslamofóbíu. Hvað þessi íslamofóbía? Ok, hún í raun og veru tilefnislaus óvild í garð múslima og þar með hræðsla í þeirra garð. Svona unfounded hostility towards Muslims and therefore fear and dislike of all or most Muslims. Sem sagt, þetta innan svona þessara xenofóbíu hugmyndafræði. Þetta innan sem sagt bara svona klassísku útlendingahræðslu, hatri og innflytjendarhræðslu. Ok, svoleiðis að nú komum við... Fyrirgefðu, má ég spyrja aðeins spurningu hérna? Þetta einhver skilgreining frá Háskóla Íslands að þetta sé svona? Afsakið, en ég ekki best í klára fyrst. Ég ætla að biðja viðkomandi að klára sitt innlegg. Spurningar verða eftir alla framsögu. Ok, samhengið. Þetta alltaf spurningum í samhengi. Ok, samkvæmt fræðimannum Edward Said hafa Vesturlönd lengi óttast Miðausturlönd. Enda að ræða helstu og elstu keppinauta okkar. Þetta mikilvægt. Ísland dreifðist einmitt á leifturhraða heiminn frá Spáni til Kína, krossfarir, múslimar stoppuðu við hlið Vínar á 16. öld og réðu við stórum hluta Spánar í mörg hundru ár, sem mjög skeri. Auk þess sem þeir höfðu yfirburðaþekkingu á ýmsu sem tengdist vísindum og fræðum. Þekkingaleit var álitin af hennu góða á meðan hinna merku miðaldir í Evrópu voru going on.
Við erum að tala líka og þetta annað mjög mikilvægur punktur, það þessi hræðsla við yfirburði og svo það líka það að þarna að finna ríkustu nýlendur Evrópumanna á nýlendutímanum. Þar sem Bretar og Frakkar keftust við að siðmennta íbúa svæðisins, nýta auðlendir og stunda viðskipti. Þjóðríki reist á rústum Ottomanveldisins með tilrændu innviðum lagakerfum út frá sinni forskrift og við vitum nú hvernig þetta svæði í dag. Frá örófi aldar hafa íbúar svæðisins verið álitni hættulegir og óæðrir eða að minnstakosti þörf til að halda þeim í skefjum. Og í raun og veru henni einu sönnu hinir. Þeir eru raun og veru allt sem við erum ekki. Og við erum að athuga það að þetta kallar Edward Said orientalisma og þetta það sem öll okkar hafa bara innbyggt í heilanum okkar samkvæmt honum. Svoleiðis að við getum ekki hort hlutlaust á þetta landsvæði. Það bara allt og mikið búið að vera í gangi, bara í sögunni, í okkar uppeldi að við getum losa okkur við þetta. Clash of Civilization ætla ég ekki í, þetta bara kenningin hans Huntington, þetta svona álíka djúpt og hellisbúa kenningan kynin, þar kannski ekki að ræða það neitt frekar. Stríði gegn hryðjuverkum stríði gegn islam? Þetta eru margir, ef maður fylgist mjög grannt með umræðinni í Miðausturlöndum, þá þori ég að fullyrða að þetta spurningin sem fólk spyr sig. Sem sagt, ímynd Vesturlanda í þessum heimsluta leyfi ég mér að fullyrða, hún einkennist af tortryggni og vantrausti og við Vesturlandabúar ásökuð hræsni, yfirlæti og yfirgang. Sem sagt, íbúar Miðausturlanda eru líka reiðir yfir stuðning Bandaríkjanna við einræðisherra á svæðinu og týranda. Einnig reitt út í Bandaríkin fyrir að hafa vakið upp öfgaöflin til að hjálpa sér í kalda stríðinu gegn Rússum, Sovétmönnum í Afganistan og dæla vopnum í Saddam Hussein og svoleiðis má lengi rekja. Næst kíkjum við stuttlega á hvað múslima segja sjálfir, hverjar eru skoðanir þeirra á jihad og hvað með allar þessar sjálfsmorðsárásir sem oft eru tengda við bræði múslima og ofbeldissneigð supposedly. Eru þær í raun trúarlegs eðlis? Þetta var risavaxin könnun eða rannsókn sem að Gallup framkvæmdi. Þar voru sem sagt rætt við 50.000 múslima frá 35 þjóðríkjum. Þeir voru spurðir út í gildi og skoðanir og fleira í þeim dúr og í ljós koma hugmyndir þeirra svona þessi mál eru mjög svipaðar þær á Vesturlöndum. Sem sagt mikilvægi lýðræðis, borgaralegu réttindi kvenna og málfrelsi. Allt rosalega svipað. 7% sögðu styðja hópa jihadista sem nýta ofbeldi til þess að ná fram markmiðum sínum. Þegar fólk var spurt út í þessi sjónamið lágu alltaf pólitískar ástæður að baki, ekki guðfræðilegar. Fólk var ekki að rekja, vísa í ritningar Kóransins sem dæmi. Fólk talaði yfirgang Vesturlanda, morð á saklausu borgurum, stríði gegn islam, Guantanamo, Abu Ghraib, pyntingarnar, innrásin í Írak og allt slíkt. Sem sagt, já, og annað bara svona pinkulít punktur sem að ég var bara hjó eftir í gær, að það var að samkvæmt fjölmiðlarannsókn í Bandaríkjunum eru öfgamenn sem presentera 50% af fjölmiðla umræðu islam í Bandaríkjunum. Á meðan það örlítill hópur, það örsjaldan gert sem sagt með kristni og gyðingdóm. Þar eru oftast bara prestar eða guðfræðingar spurðir út í. Svo önnur mjög merkileg rannsókn sem ég ætla að tæpa á örlítið. Það sjálfsmorðsárásir sem haldið fram einmitt innan svona fordómafullra umræðum islam að séu eitthvað svona íslamisk, það sé eitthvað neinn hægt að rekja það til islam að einhverju leyti. Það virðist ekki standast á neinn máta. Fyrir 1980 var þetta svona trend í raun og vera ekki til. Eftir 1980 gerist þetta. Þetta svona byrjar þarna í Íran-Írak-stríðinu og þetta eru eitthvað 343 árásir í minni mig, já, eitthvað svona 350 árásir frá 1980 til 2003 og 50% af þeim hefur ekkert með islam að gera. Flestir eru Tamil Tigra og svo PKK, kúrdarnir sem eru svona sósíalistar. Og niðurstaða þessa Robert Pape sem gerði þessa huge rannsókn svo að
Í 95% tilvika af þeirra sem að fremja sjálfsmorðsárásir það í því tilfelli þegar þeir eru sem sagt að ráðast gegn her, svona lýðræðislegum her sem á svæði sem þau telja sitt heimaland. Það er raun og veru alltaf. Og sem dæmi þegar Hizballah verður til mánuði eftir að Ísrael ræðst inn í Suður-Líbanon, þá verður Hizballah til og þá byrja þeir að stunda sjálfsmorðsárásir. Eftir 2000 þegar Ísrael fara frá Suður-Líbanon, þá engin sjálfsmorðsárás. Svoleiðis að það hættir enginn að vera múslimi eftir þetta, þið vitið. Svoleiðis að þetta af pólitískum ástæðum. Sem þú dubbar upp í íslamsk táknasjálfsögum. Ok. Já, niðurlag. Yes. Ok. Hægt að berstrípa íslam og skoða hvernig það liti út án þessa samhengi sem ég að tala án orientalisma eða án stríðana og afleiðinga þeirra. Líklega ekki hægt frekar heldur en ef við ætlum að reyna að tosa karllægni úr íslensku samfélagi. Ímyndið ykkur. Hvað Jesú þá kona, eða þú veist, hvernig myndum við einhvern veginn tæpa niður? Það væri fullt af konum í sögunni. Þið vitið, það er svo erfitt að tosa eitthvað út sem gjörsamlega greift í menningu. Þetta spurningu self-fulfilling prophecy? Þú veist, í raun og veru allt í raun og veru bara að verða veruleika sem búið að spá fyrir, eins og oft gerist. En í raun og veru, ef við tökum svona hluti eins og yktasta dæmi ISIS sem ég talaði áðan, ISIS uppdubbast í íslamsk tákn og tákmyndir eru gjörsamlega blastaðan eins og þau viti, svarti fáninn með arabíska letrinu, þú veist, you name it, segjast fylgjast bókstafnum, þeir segja það sannarlega. Himnasending fyrir islamafóbia, myndi ég segja, eða svona mjög mikið svona I told you so. I told you so. Sjáu hvað nauðsynlegt að berjast gegn svona hópum. Gott fyrir vopnaframleiðendur, þá sem hafa hagsmuna stríðum, einnig fyrir einveldisstjórnin, til dæmis Persaplóa sem ríghalda í stöðu sínar. Getið ímyndað okkur hvað þetta orðið ágætt fyrir þá. En ISIS hefði aldrei orðið til nema innrásin í Írak og afleiðinga hennar ekki satt. Hizballah, ég var að segja það var til bara vegna þess að það var innrásar her á svæðinu og svona má lengi telja. Kvenréttindi, islamafóbía, skortur á mannréttindum, það íslam að kenna? Ég skal ekki segja hvort mögulega geti legið þræðir sem koma í veg fyrir það sem að styðja þetta slæma ástand. Sem sagt, vert að benda á að feminismi, lýðræði, frelsi og önnur svona hugtök sem okkur þykir mjög vænt og við skiljum á ákveðin máta, farið að hafa mjög skakka og skekta merkingu í þessum heimshluta, enda fólk afar viðkvæmt fyrir hroka og yfirgangi og þetta veit ég, Steinunn minntist á, ég var í doktorsnemi mannfræði, ég einmitt að skoða sem sagt kvennabaráttuna í Katar sem er land, þið vitið við hliðina á Sádi-Arabíu og mjög lítið að gerast í þeirri baráttu, ég geti sagt ykkur, og þar eru allar konur sammála nei, við erum ekki feministar. Og það er náttúrulega vegna þess að auðvitað eru þar feministar, þar berjast gegn réttindi kvenna, en feminismi farið að hafa mjög neikvæða og mjög vestræna ímyndi þeirra huga. Og það er leiðandi kúandi. Ok, niðurstaða mín, það eru bara flækjur og mix, þið vitið. Það er einhvern veginn, þú veist, það eru engin einföld svör og við verðum, ef við ætlum að geta einmitt gaggrind, þess að Sigurður kom inn á áðan, nauðsyn þess að geta gaggrind allt, þá verðum við allavega að vita hvað við erum að tala það ekki? Svoleiðis sem ég ætla ekki að gera og fegin að þurfa ekki að gera. Svoleiðis að ég þakka fyrir mig. Takk. Takk fyrir þetta Guðrún Margrét og ég minna að við tökum spurningar eftir að öll erindin hafa verið flutt og síðasta erindið erindi Helga Hrafns Gunnarsson sem þingmaður Pírata. Gjörðu svo vel, Helgi. Tveir. Fyrst vil ég nú bara þakka fyrir þessa samkomu. Þetta er akkúrat það sem ég tel vera nauðsynlegt til þess að það sé eitthvað hægt að halda áfram að tala þetta mikilvæga málefni. En ég einmitt kváði svolítið þegar ég heyrði spurninguna, þurfum við að óttast islam? Þetta er góð spurning í sjálfu sér en hún vekur fleiri spurningar og mig langar að spyrja nokkur þeirra.
Þurfum við að óttast yfirvöld? Þurfum við að óttast Bretland og Bandaríkin og vissulega Íslamska ríkið? Já. Við þurfum að óttast alla þessa hluti. Við þurfum að óttast okkur sjálf, við þurfum að óttast samfélagið, við þurfum að óttast Íslam og kristni og meira þess að trúi því eður ei, í sumum tilfellum, jafnvel trúleysið. En ég vil spyrja, er það gagnlegt? Er það gagnlegt að óttast? Mun óttinn bjarga okkur frá því sem við hræðumst? Nei, ég legg til að taugaveiklun sé eitt versta ástand sem hugsast getur til þess að taka ákvarðanir. Því miður hins vegar er það yfirleitt í alvarlegustu og mikilvægustu málefnunum sem fólki verður mjög heitt í hamsi og það kemur sér í ástand þar sem það er í verstri aðstöðu til þess að taka réttar ákvarðanir. Og þótt að ég hafi persónulega ekki miklar áhyggjur af islam í sjálfu sér, þá eru þar þættir sem þarf kannski allavega að ræða opinskátt og óttast stundum. Ég fer meira út í það eftir. Það sem ég miklu meira áhyggjur af er þessi bersýnilega þróun í vestrænum heimi sem ég vil meina að sé endur uppganga fasismans. Það eru 3 fasistar á Evrópuþinginu. Þeir kalla sig sjálfur fasista. Þeir vera móðgar að kalla það á nínasista af einhverjum ástæðum. Þeir aðhyllast nákvæmlega sem kenningar. Sem er alltaf mjög svolítið skrítið þegar menn eru móðgar eða maður kallar það sem eru og stæra sig af því er virðist. Það eru 0 róttækir múslimar á Evrópuþinginu. Þegar umræðan Moskvumálið alræmda átti sér stað í Reykjavík fyrir seinustu sveitarstjórnarkosningar, þá komust 2 framsóknarmenn mjög bersýnilega á þeim forsendum. 0 róttækir múslimar. Þegar fólk talar það að róttækir múslimar séu einhvern veginn að taka yfir samfélagið, þá er það bara ekki í neinu samræmi við raunveruleikann sem við búum við. Þeir eru ekki að taka yfir. Þeir eru bara ekki að því. Það er staðreynd. Ég ætla ekki að rífast meira það. Ég hef miklu meiri áhyggjur af því að þau viðbrögð sem samfélagið sýnir í kjölfar óttans við islam séu slæm. Það er ekki bara uppgangur fasismans, heldur líka bara hvað áhrif það hefur á islam sem fyrirbæri. Og gleymum því ekki að múslimar eru cirka 1,7 milljarður, give or take 500 milljónir. Það veit enginn alveg hvað þeir eru margir. En það er ekki allstaðar sama skráningaræðið og hérlendis. En Al-Qaida, Hezbollah og Íslamska ríkið, þetta er allt fyrirsjáanlegar afleiðingar. Þetta er allt saman told you so. Hvað myndi gerast ef Ísrael færi inn í Suður-Lebanon? Nú, sennilega er það eitthvað eins og Hezbollah til og það gerðist. Hvað myndi gerast ef þið færi inn í Írak með þessu brölti árið 2003? Sennilega myndi það styrkja hópa, styrkja trú þeirra og kosti. Sem það þó gerði. Told you so. Þetta er allt svona. Ég er miklu meira ágjör af þessum afleiðingum því sem að vestræn lýðveldi gera og vestræn almenningur heldur en því hvað múslimar gera. Og by the way, múslimar eru ekki stærsta ógnin þegar kemur að hryðjuverkum. Meðan ég man, ég gleymi alltaf þessu hryðjuverkum vegna þess að þegar maður skoðar þetta alvarlega þá er það í sjálfu sér ekki stórt atriði. Það sem er miklu hættulegra eru hvítir þjóðernissinnar í Evrópu. Það er það sem að lögreglan og yfirvöld þurfa mest að hafa áhyggjur af. Eins og ég sagði. Nú, hvað var það gallan við spurninguna? Þetta er svona eina afleiðingunum við að spyrja þessar spurningar. Ég vil meina að spurningin sé pínlítið gölluð að því leyti að svarið hlýtur að afmarkast að því af annarri spurningu sem mér finnst miklu mikilvægari og merkilegri og áhugaverðari, persónulega, og það er þessi spurning. Er islam sannleikurinn? Var Muhammad, aleyhi wasallam, spámaður Guðs? Er Kóraninn orð Guðs? Þetta er rétta spurningin. En það sem að ég tel vera ástæðan fyrir því að við tökum alltaf þessar röngu ákvarðanir er það að við viljum ekki tala þetta. Það er búið að ákveða einhvern veginn þannig að það þýði ekkert að ræða við trúarbrögð. Það þýði ekkert að tala við Sverri, það þýði ekkert að tala við Sigga. Þeir eru bara búin að mynda sér skoðun og það er óhugsandi að þeir skiptu skoðun. Þetta er hættulegasta viðhorfið af þeim öllum. Þetta þýðir að við tölum ekki saman og það eru bara 2 leiðir til að breyta heiminum. Að tala eða berjast. Það er ekkert annað í boði. Þannig að ef við viljum ekki ofbeldi, þá skulum við bara gjöra svo vel að fara að tala þetta, efnislega, ítarlega og að virðingu og sanngirni. En ég vil velta spurningunni fyrir í 2 ljósum. Annars vegar, gefum okkar að islam sé sannleikurinn, islam sé rétt. Kóraninn sé orð Guðs, Muhammad hafi verið spámaður Guðs og svo framvegis, kennisetningarna séu meginatriðum réttar eftir að við erum búin að rífast nógu mikið þar og komast að því hvernig við höfum túlkað þetta allt saman. Þá augljóslega er svarið, nei, við þurfum ekki að óttast islam. Við þurfum að óttast að við ekki nógu góður múslimar.
Það er alltaf spurning í sjálfu sér. Ég meina, ef ég raunverulega væri múslimi, þá hefði ég ekkert að óttast islam, kannski óttast að ég væri ekki að fylgja reglunum nógu vel, eða gera vilja Guðs eins og ég skildi hann. Og ef islam er í sannleikurinn, gefum okkur það, þá erum við með hérna leiðavísi, við erum með Kóraninn og hadíð og alveg haug af fræðimönnum sem eru reiðbúnir til þess að beina okkur á réttu brautina. Fyrir utan auðvitað ævarandi tilvist í himnaríki sem er lýst með mjög jákvæðum hætti í Kóraninum og svo víðar. En þá verður spurningin raun og veru, þurfum við að óttast reiði Guðs? Þurfum við að óttast rangtúlkanir á islam? Það breytir spurningun alfarið. Auðvitað svarið nei ef við erum múslimar. En ef við gefum okkur að islam sé ekki sannleikurinn, þá breyta spurningarna líka. Þá í raun og veru þurfum við að spyrja spurningarinnar, þurfum við að óttast rangar heimsmyndir? Er það mikilvægt að heimsmynd okkar og skilningur á heiminum sé réttur? Það er mikilvægt að við trúum því sem er satt og trúum ekki því sem er ósatt. Það finnst mér miklu áhugaverðari spurning persónulega líka. Það hlýtur að liggja augum uppi að sama hverju maður trúir, þá trúir meiri hluti mannkynsins einhverju bölvaðri þvælu, vegna þess að það er engin ein trú sem er hreinar meiri hluta mannkyni. Þar af leiðandi eru allir í minni hluta. Þannig að meiri hlutin hefur alltaf rangt fyrir sér. Þetta er ákveðið svona lógist, taktískt vandamál við sannleiksleitina almennt og ætti kannski að segja okkur að við vitum ekkert jafn mikið og við teljum okkur vita hvar svo við stöndum. Og mannkyn er bregðult, þetta er augljóst, þetta er borðleikjandi. Við erum ofboðslega bregðul dýrategund. Við þurfum að fara varlega þegar við myndum okkur skoðanir, saman hverju þar eru. En þá vil ég leggja til líka, fyrst að augljóslega hafa flestir rangt fyrir sér, sama hverju við trúum, að það er allavega ekki, við þurfum ekki sjálfkrafa að óttast rangar heimsmyndir. Það geta verið rangar heimsmyndir sem eru líka hættulegar. En það eitt og sér að trú einhverju sem er rangt er ekki sjálfkrafa hættulegt. Það getur verið það, en það er ekki sjálfkrafa. Mér finnst stundum þurfa að bera smá virðingu fyrir þessu og nálgast málefni meira af áhuga heldur en einhvers konar áfergju. Og síðan er spurningin, hvað fylgir heimsmyndinni sem við erum að ræða? Það er það sem skiptir máli þegar kemur að spurningunum það hvort þetta sé mikilvæg spurning eða ekki. Gefum okkur trúarbrögð eins og islam. Hvað fylgir? Er það heimspekilegt viðhorf? Er það auðmýktin gagnvart almættinu, Guði, subhanahu wa ta'ala? Er það persónuleg sáluhjálp? Einhvers konar hjálp þegar maður missir ástin eða eitthvað því líkt? Það er ekkert að því. Ég fer ekkert að rífast við kristna vini mína um kristni þegar þeir eru í sorgarferli. Myndi þetta ekki til hugar? Myndi hvetja það áfram með eitthvað þér? Þótt ég sé ósammála þeim með staðreyndir málsins. Eru það landslög? Hafa trúarbrögðin áhrif, eða heimsmynd áhrif á landslög? Það er kannski mikilvæga spurningin. Og í sjálfu sér, í raun og veru eina spurningi sem kemur einhverjum við þegar allt kemur til ráðs. Það er hvaða áhrif hefur þetta á landslög, hvaða áhrif hefur þetta á yfirvöld, á stjórnvöldin sjálf. Að öðru leyti kemur það í sjálfu sér okkur hvort öðru ekkert við hverju við trúum nákvæmlega. Þóttu megum við svolítið hafa skoðanir á því þótt að koma okkur ekki við. En þá vil ég benda á annan þátt þessa, maður hefur engan tíma hérna. Við komum sko hálfa blaðsíðu á tveimur. Trúarbrögð eru pakkar. Þetta er það sem ég hef mest út á að setja út á fyrirbæri trúarbrögð. Það er ekki í sjálfu sér einstaka kennisetningar islams eða kristni. Það er fullt í islam sem ég aðhyllist. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Hver eru laun hins góða annan hins góða? Minnst það fallegt. Það er fullt af kennisetningum í biblíunni sem ég aðhyllist. Vegna þess að mér finnst þær oft standa bara á einn fótum og það þarf einhvern Guð að segja mér það til þess að eitthvað make sense, sem make sense. En trúarbrögð eru oft að leir pakkar. Það kemur þessi bók, það er þessi bók, það má ekki breyta henni, það þarf að túlka hana rétt, hún er gömul og því eldri því betra að því er virðist og því fylgja alls konar skoðanir sem að hanga saman að óþörfu, eins og dæmi í islam. Nú veit ég ekki hver túlkun múslima hér inni er nákvæmlega, en ég hef rökrætt ansi mikið við ansi marga múslima, ansi víða heiminn, ansi oft og ansi lengi. Og það þýðir ekkert að þræta við mig það að inn í samfélagi múslima er gríðarleg er samkynhneigð álitin einhvers konar ógn, en það er hún fordæmd að því er virðist í Kóranina og við getum rifist guðfræðilegar afleiðingar af því seinna, en það þýðir ekkert að rifast þetta er þarna. Sömuleiðis er sko kannski ekki algjör höfnun en gríðarleg tortryggni gagnvart þróunarkenningunni sem er staðreynd by the way.
Ég skal alveg ræða það. Þróunarkenningin er staðreynd. Það er engin mótsögn þarna. Hún er ekki tilgáta, hún er kenning. Hún er best staðfesta vísindakenning í sögu mannkyns. Ok, allavega. Segjum svo að, og hvernig hangir þetta saman? Hvernig er þetta í saman pakkanum? Viðhorf gagnvart kynhneigð og vísindaleg spurning eins og þróunarkenningin. Af hverju er þetta í saman pakkanum? Þetta eru 2 algjörlega aðskild málefni. Komum hvor öðru ekkert við, nema vegna trúarbragða. Og þegar við þurfum að rökræða þessar spurningar á þeim forsendum hvort við séum gott fólk eða hvernig samfélagi við viljum búa í, þá erum við að ræða rangt málefni. Við erum að ræða það á kolröngum forsendum. Þróunarkenningin er sönn, þar á leiðandi er í lagi að stela. Hvaða bull er þetta? Þetta gerist bara í trúarbröðum. Þetta er ástæðan fyrir því að ég er ekki mjög hrifinn af þeim almennt, allavega ekki skipulögum svona trúarbröðum sem byggja á bókum og samkomum og bænum og svoleiðis. En velta fyrir mig hverju ég geti sleppt hérna. Akkurat. En hvað þurfum við að óttast við Íslam, segjum svo. Gefum okkur það aðeins. Við þurfum að óttast Íslam með eitthvað í því. Er það hryðjuverkin? Nei, ég er ekki það miklar áhyggjur af þeim. Við þurfum miklu meiri áhyggjur að hafa af öðrum hryðjuverkahópum og skólamorðum líka. Ég meina, það er alvarleg ógn í vestrænu samfélagi. Við breytumst einhverjum ástæðum ekki eftir þetta samfélagi vegna þeirra. Er það sem að ég vil meina að sé svona ákveðin með fullri virðingu fyrir öllum múslimum, ákveðin fáfræði, gagnvart til dæmis þróunarkenningunni. Er það vandamál? Þurfum við að óttast það? Nei, við þurfum að ræða það. Við þurfum að ræða það opinskátt og oft og af sanngirni og virðingu fyrir þeirri staðreynd að flest okkar viti ekki nokkurn skapaðan hlut. Það er bara þannig. Er það andstæða við samkynhneigð? Það er annars við þurfum bara að ræða. Án afleiðinga með það hvort maður fari til helvítis eða hinna. Er það sharia? Þau eru ótt að sharia. Aftur bendi á. Það eru 3 fasistar á Evrópuþinginu. 2 framsóknarmenn í borginni. 0 róttækir múslimar. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af sharia fólk í alvöru. Það er ekki að fara að gerast í bráð. Sem betur fer. Og við kannski ræðum seinna nákvæmlega hvað sharia er en fyrir þá sem að telja sig vita hvað það er. Það er ekkert að fara að gerast. En svo er önnur spurning. Þetta eru samfélagslegu spurningarnar. Svo er önnur spurning. Hvað þurfa einstaklingar að óttast við Íslam? Nú, ef maður er hommi og maður er múslimi, hann er í vandræðum. Maður er að díla við 2 tegundir af fordómum. Fordómum fyrir það að vera múslimi og fordómum fyrir það að vera hommi. Þessi 2 samfélög virka ekki mjög vel saman almennt. Hvað var það fordóma? Þetta er eitthvað sem einstaklingar þurfa að óttast við Íslam. Það er þannig. Ég ætla ekki að rífast það. Það er þannig. Ef múslimi efast trúna, þá er eins gott að hann haldi kjafti við. Vegna þess að ef hann verður ekki útskúfaður úr samfélagin, úr sinni fjölskyldu, þá vissulega sínum nær hópi. Það er þannig. Og aftur ætla ekki að rífast það. Það er mjög skýrt. Íslam og múslimar hafa haft 1400 ár til þess að komast að svona frekar basic spurningum eins og hvort það sé dauðasynd eða ekki að fara á Íslam. Það er dauðasynd, samkvæmt öllum helstu skólum Íslams. Það er ekki allir sammála það. Auðvitað er Íslam 1,7 milljarður pluss mínus 500 milljónir, þannig að þetta er eitthvað sem þarf að ræða. En það þarf að ræða það. Þetta er það sem við höfum að vera að ræða. Ekki hryðjuverkað umskurður kvenna, sem bæði hefur ekkert með Íslam að gera, hefur aldrei gert. Kemur ekkert við, hvergi í Kóranum, hvergi í hadith til með að mér vitandi. Þetta er hefðir sem að herja á kristna og alls konar trúarhópa helst í Afríku en líka víðar, því miður. Það er kannski einstaklingsbasis sem við þurfum að spyrja okkur hvað við þurfum að óttast. En nú er ég vonandi búinn að móðga alla henninni, ekki bara múslimana eða hérna. Þá ætla ég að ræða lausnina og reyna að taka það sem skemmstu tíma, háttvirtur fundarstjóri. Hver er lausnin? Ég legg til að það sé leitun að sannleikanum. Við þurfum að hætta að spyrja okkur hver sé vondi kallinn og hver sé góði kallinn. Við þurfum að hætta að spyrja okkur að því hver sé nú menntár og fróður og góður og svo framvegis. Við þurfum að spyrja okkur að því hvað er satt? Er Guð til? Skiptir það máli? Hvernig er rétt siðferði? Hvað af þessu passar saman? Hvað af þessu passar ekki saman? Þetta eru réttu spurningarnar. Og ég vona að það verði aftur til einhvers konar svigrúm til þess að ræða Íslam efnislega. Hverju menn trúa og hvers vegna? Hvaða rök þeir hafa? Hvaða heimildir þeir hafa? Það fyrst mér áhugaverð umræða. Ég verðist einn á landinu sem finnst það reyndar. En ég tel að þetta sé stærsti þátturinn af lausninni. Ég ætla að spóla hérna yfir, ég held ég sem búin að tala þetta allt saman líka. Þannig að eins og Sigurður Hólm sagði, þá er svarið svolítið við spurningunni bæði já og nei. Það fer svolítið eftir samhenginu, en það er Islam ekki bara Kóraninn, það er ekki bara Kóraninn hadithi, það er ekki bara múslimar, það er ekki bara sharia, það er
samfélagslegt fyrirbæri sem við þurfum að ræða miklu víðari grunni heldur en eftir einni bók eða einni tilvitnun, eins og Sverrir fór réttilega inn á. Þetta er miklu stærra dæmi heldur en við getum bara sagt er Íslam gott eða slæmt. Er samfélagið gott eða slæmt, þú veist? Er ég góð manneskja eða vond manneskja? Þetta er bæði, já og nei. Þetta er svarið við öllum svona víðtækum spurningum. Það sem við þurfum helst að óttast eru okkar eigin viðbrögð við óttanum sjálfum. Þegar allt kemur til alls, þá þurfum við helst að óttast þau viðbrögð. Og ég vil ljúka máli mínu á tilvitnun sem ég reyndar hef bara heyrt á ensku, hún er miklu betri þannig. Við tökum til aðgerða í sorg okkar, láta oss aldrei verða að hinu illa sem við höfum. Takk fyrir. Jæja, mér skilst að það sé ennþá röð eftir kaffinu og fólk sé að fá sér sem er bara mjög gott. En ég er nú samt að hugsa að við förum bara svona að hefja þessar pallborðsumræður. Ég mun halda mælendaskrá og við tökum við spurningum úr sal, þannig ég ætla að biðja ykkur að gefa mig merki þegar þið viljið taka til máls. Og ég gef ykkur orði í þeirri röð sem ég skrái niður þá sem hafa beðið að fá að bera fram spurningu. Ég vil líka biðja fólk vinsamlegast að kynna sig, og eins og ég segi, gefið mér merki með handabendingu og verið vissum í sjá eða til þess að þið séu vissum að þið hefur komist á mælendaskrána. Það var spurning þarna, Mörður, sem spurningu, og svo eftir að hann hefur borið fram sína spurningu þá gef ég henni næsta orðið og svo framvegis. Ég heiti Mörður Arnarsson, ég hef aðeins farið nokkur lönd þar sem Íslam er þjóðtrú og takandi þá áhættu að vera orientalisti, að þá var ég að hugsa þegar ég gerði þetta og þegar ég hugsaði íslensk samfélög, þá hef ég grætt á því að bera þau saman við fyrri aldir í hinum kristna heimi eða á Íslandi, til dæmis við 17. öldina sem er fyrsta heila lútherska öldin á Íslandi og þegar maður setur fram þær spurningar sem hér hefur verið minnst á fyrir þessi tvenns konar samfélög, spurninguna bókstafstrú sem einhver talaði spurninguna kvenréttindi, þróunarkenningu eða möguleikan á einhverjum öðrum vísindalegum eða fræðilegum kenningum en þeim sem byggjast beinlínis á Biblíunni, spurninguna samkynhneigð og svo framvegis, að þá eru svörin á margan hátt úr þessum frumstæða samanburði ekki ólík. Síðan á 17. öld eru liðnar 4 aldir og við þykjumst núna svara þessum spurningum öðruvísi. Og ég veit líka að það er ósanngjarnt að bera saman íslensk samfélög, hver sem þau eru, og síðan stöðu múslima í vestrænum samfélögum. Það er óskulega annað mál. En út frá þessu langar mig að spurja Sverrir og eftir atvikum aðra, hverjir eru spennupunktarnir sem þið finnið fyrir hér í starfi bara safnaðarins hér á landi og í þeirri upplifun að vera múslimi á Íslandi? Hvar eru helstu spennupunktarnir? Eru þeir í kringum Kóraninn, í kringum samkynhneigð, kringum bókstafstrú? Hverju finnið þið mest fyrir? Hvar er erfiðast að samlagast íslensku samfélagi í dagsins? Já, ég veit ekki hvað ég get svarað þessu með einni spurningu. Þetta er aðalega þá eru það sem maður lendir í umræðum, þá er strax farið að tala barnaníð. Það er farið að tala dráp á trúskiptingum sem ég er alls ekki sammála Helga. Það var aflagt af Óttómaveldinu 1860 eitthvað og samþykkt á Al-Azhar og þá var alltaf sagan þannig að þetta hefði verið tekið upp á 10. og 11. öld til þess að gefa svona ákveðnum kóngum rétt á að drepa einhverja kynþætti. En að falla frá trúnni í Kóranum er eingöngu refsivert ef það felur í sér að þú gengur í óvina herinn. Við heyrum mikið barnagiftingar og við heyrum umskurð kvenna. Það er eiginlega ofta erfiðast að
vegna þess að þá, og ég hef ekkert fyrir mér í því nema bara ég vel að svara þessu á Facebook síðan þannig að ég byrti bara skýrslur frá Sameinuðu þjóðunum og fyrir mér það hrein og klár íslamofóbía, skilgjöfin henni svo að þegar íslam og við múslimar erum ásaka fyrir eitthvað sem mannlegt vandamál. Baráttan gegn umskurði kvenna sem ég finnst viðbjóðsleg og ekkert annað við og það ekkert að finnast neitt annað, að hún gengur miklu betur menn myndu viðurkenna staðreyndir, að hún alveg jafn hlutfallslega algeng meðal kristjána í Afríku eins og meðal múslima. Þetta er siður sem þarf að það er mikla menntun því það eru aðalega eldri konur sem standa vörðum þetta. Svo náttúrulega þetta með að við megum ekki eignast kristna víni og svo bara, það er á nóg að taka. Já, ég er að tala um þessu umræðu okkar, sko, það sem við verðum þetta er það sem menn eru stöðugt að bauna okkur og við erum í stöður vörðgagvat. Og það er svo erfitt maður svarar þessu að ég var hérna með mynd sem ég langar að sýna ykkur því þekki hana kannski hérna með hana hérna ef við lyftum henni upp. Sjáu þessu hérna mynd. Þetta er mynd af ungum palestínumönnum í Hamas með fullt af litlum stelpum sem eru 5-7 ára gamlar og þetta birtist reglulega á vefsíðunum sem sko barnabrúðkaup, þannig að það verið fjöldabrúðkaup, þannig að verið að gifta 200 ungar stúlkur á aldrinum 5-7 ára ungum mönnum í Hamas. Þetta er búið að afsanna þetta margóf, það var þeim sem betur fyrir að fréttamaður BBC á staðnum sem hefur staðfest þetta og þetta eru brúðar meyjar, þetta er nú ekki merkilega en það. Svona er áróðan sem við verðum fyrir. Er einhver fleiri sem vilja bregðast þessa spurningu? Já, Helgi og svo Guðrún. Þetta er alveg áhugaverð spurning en sko ég er alveg sammála Sverri með það. Þetta sko mér finnst svo mikilvægt að í gagnrýni á islam þá sé gagnrýnt eitthvað sem er umræðuefni í islam, eitthvað sem er raunverulegt vandamál. Mér finnst það einkennandi fyrir alla þessa umræðu einhvern veginn að menn að rífast yfir röngum hlutum. Og til dæmis eins og umskurður kvenna er sjálfsagt besta dæmið í sjálfu sér, vegna þess að það kemur bara islam nákvæmlega ekkert við og hefur aldrei gert. Ef við tölum eitthvað eins og dráp á þeim sem að snúast frá islam, þá gætu nú alveg sjálfsagt rökrætt það eitthvað frekar hérna. En ég meina það eitthvað 18. og 19. öld sem Ottomanveldið afnemur þetta, þú veist, þá hafa menn haft 10.000 ár til þess að komast að hinu eina rétta og það er að meira ekki að drepa neitt fyrir trúarskoðanir nokkuð tímann. En það er alltaf eitthvað sem við getum rætt. Það er eitthvað sem varðar islam. Umskurður kvenna varðar ekkert islam, kemur ekkert við. Þegar kemur að þessum barnagiftingum, þá velti ég fyrir mig hvernig víkingarnir hafi haft þetta á þessum tíma. Það er ekkert sérstakt við það hvað Muhammed hvernig hann hagaði sínum hjónaböndum eða aldrei kvenna hans frá þessum tíma. Eða þessu svæði, bara ekkert sérstakt við það. Og þetta er ekki eitthvað sem við þurfum í alveg að ræða. Og aldurstakmörk fyrir giftingar í Arabaheiminum almennt eru til staðar og það eru mjög sambærilegar þeir sem er hérna í vestrinu. Það er alveg Sádi-Arabíu og einhverjum svona einstaklega undantekningum þar sem það er bara farið eftir öðrum reglum, skilur. Hún þarf að vera kynþroska og foreldrarnir þurfa að leyfa það. Þú veist, hvort sem hún er 25 ára eða hvað. Það er bara reglur. Þannig að mér finnst svo mikilvægt að við ræðum réttu, við séum að rífast yfir réttu hlutum, basically. Já, Mörður, ef ég má aðeins bara koma með smá punkt af því að það er oft gagnrýnin á islam er svo að það sé engin endurskoðun, það megi ekki endurskoða Kóraninn, það megi ekki ræðan, það sé ekki þessi svona mjög, hvað segir maður, frjósama guðfræðilega debatt, en auðvitað er það til staðar og það sem kannski ég hef kynnt mér langbest er hinn svokallaði íslamiski feminismi og það er einmitt það sem að múslima konur gera til þess að sneiða framhjá þessum vestræna feminisma sem að það er einhvern veginn fara strax í bullandi vörn yfir að sé eitthvað svona enn eitt kúgunatæki og imperialismi frá Vesturlöndum. En það sem þær gera er að taka Kóraninn, hadíþurnar og endurskoðu og reyna eins og ég myndist á áðan að sjúga út feðraveldið. Athuga hvað í raun og verið sagt ef þú túlkar þetta upp á nýtt. Og þessa konur, ég meina kannski ekki mjög háværar en einn þeirra sem ég mæli með að þið vilji kynna ykkur, mjög flott kona heitir Amina Wudud og hún er svo sem var fyrsta konan sem hún tók þátt í Call to Prayer, eða sem sagt hún leiddi bænakall, fyrst kvenna og hún segir að hún hafi bara verið svo fyrsta en í framtíðinu verði þetta mjög normal. Sem sagt verði þetta bara normið. Svoleiðis að það er sannarlega heilmikil endurskoðun í gangi
og auðvitað það líka, þú veist, það ekki bara orientalismi, afsakimörður, að tengja þetta við 17. öldina, 18. öldina, hvað sem varst að gera, heldur þetta líka náttúrulega þróunarhyggja. Þetta svona þessi hugmynd okkar hvíta og Vesturlöndum sem sagt það að þessi ákveðin þróun í gangi og all samfélag fara, ég ekkert að segja að þú hefur endilega verið að meina það, en það svona, við erum oft segum það einhvern veginn að bera saman tilverun í dag á einhvern staði, til dæmis Jemen, og segja þetta nákvæmlega eins og var hér fyrir 200 árum. Ég meina þessi samfélag hafa verið alveg í sama tíma og við, þau eru þróast bara alls konar og hipsumhaps, svo leys að ég varð að bauna þess að þess áður. Orientalismi og þróunarhyggju bland. Takk. Takk fyrir þetta. Það eru nokkrir á mælendaskrá og ég ætla að biðja ykkur að gefa mér merkið ef þið vilja komast á hana og ef að ég virðist ekki vera, þeir eru ekki vissum að ég hef tekið eftir ykkur, haldið þá hendinni uppi þangað til. En þú ert næstur. Bjarni Jónsson heiti ég. Bara ein stutt spurning til Sverris vegna þess að það kannski svona það heitasta í þessa umræðu Íslam kannski þetta ISIS sem allir að tala og mér langar eiginlega svona að forvitnast kannski afstöðu ykkar til þeirra og kannski í framhaldinu hafið þið tekið afstöðu í þessu máli og nægjanlega skýrt og opið því að persónulega finnst mér það að ef múslimar annars vegar telja þetta sé ekki hluti af Íslam að þeir ætla að taka þá staðfastari og meira opna afstöðu gegn slíku framferði. Já, ISIS náttúrulega kannski langt mál að tala ég hef náttúrulega aldrei kallað á annað en glæpána sem þeir eru. Þetta eru núna, og ég hef bæði rætt við fólk sem býr á svæðinu, á frændur þar frængur, þetta að þróast yfir það að ISIS að verða raunverulega gömlu herdeildir Saddam Husseins sem var komið frá völdum og raunverulega bara að nota þetta ISIS sem samheiti nákvæmlega eins og margir terroristahópar notuð Al-Qaida sem samheiti á þess að tilheyra nokkru hreyfingu. Ég fordæmi ISIS formlega, ég hef aldrei sinni ástæðu þess, ég sé ekki þjóðkirkjuna fordæma mannáta múslimum í Mið-Afríku lýðveldinu til dæmis. Svo finnst mér, ég þoli náttúrulega ISIS minnst óhugulegir, en skoðum bara stærðina á þeim. Ég fór núna rétt á hann googlaði ég og ég hef séð alls konar heimildur hvað marga þeir hafa drepið, 20.000, 100.000 whatever. Þá fór ég í New York Times og það heimild frá því í nóvember. Þá talan sem þeir hafa drepið eða fallið í hernaði gegn þeim í 5.500. Þá mun ég sitja þetta í aðeins samhengi. Man einhver eftir að Serbar eða réttrúnaðarkirkjan í Evrópu hafi beðist afsökunar á því þegar 8.000 ungir múslimar voru skotnir í hausinn á einum degi í Srebrenica. Bara sem dæmi. Þetta ekkert rosalega mikið. Það öllu hrært saman, þetta nákvæmlega svo þegar menn fara á hausinn, þá hendar alls konar dóti inn eða brennur hjá kaupmanni, þá hendir alls konar dóti sem vil losna inn á eldin. Það verið að falsa alls konar hlutum í sig slíka. Það nógu slæmin, það þarf ekki. Þeir hafa ekkert jarðað börn lifandi. Þeir ekkert að leika sér á hausum af fólki með börnunum sínum. Þetta bara fótósjöpaðar myndir sem bara nenninum alveg að ræða lengur. En ISIS vandamál fyrst og fremst vegna þess að þeir hafa vopn. Ímyndu hvað gerðist í Los Angeles ef einn af svona hverfisgengjónum fengu vélbyssurnar hérna frá landhelgisgæslunni bara og allir hinnir fengu bara teygjubyssur. Myndi ekki einn hópun á völdum. Þetta eru terroristar, þeir drepa jafnmarga múslima og þeir drepa kristna og þannig máli. Þetta ekkert þetta rísa vandamál. Ef við tölum hálshögg eða högg á hausinum, það alveg óheyrlega ógeðfelld amtökuaðferð. En ef við skoðum sparidögum þegar menn að ræða lýðræði, uppruna lýðræðis, hvert það rakið? Til Parísar á 1780 og hvað eða svona í 1776. Og hvert var tækið sem kom á þessu lýðræði? Það var fallegsi. Það voru þúsundum til að koma á lýðræði í Evrópu, þurfti að hálshöggva, 20.000. Ég ætla semst ekki að gera lítið úr ISIS, ég veit eitthvað með þróast, en ég sé þá ekki taka Bagdad af Bandaríkjamönnum. Bandaríkjamenn vopna þá eða þeir eru með amerísk vopn. Ég veit að vopnabransinn kannski ekki úsíbyssur eða beinlínis skot, en skriðdrekar, sprengjuvörpur, allt svona dót, þetta skráðastu viðskipti í heimi.
Þetta er skráð nákvæmara yfirvöldum á Vesturlöndum og víðar heldur en fíkniefnabarinn að skráseta grömmin sín. Það vita allir hverju skriðdreka, það vita allir hvaða varaldur þau þurfa, það væri ekkert mál að stoppa ISIS með því að hætta að anvenda vopn. Mér finnst, ég bara byrja að taka undir þetta allt saman, mér finnst alltaf þetta svolítið skrítið þegar múslimar eru beðnir einhverja sérstaka afstöðu til eitthvað sem einhver annar múslimi gerir. Ég hef aldrei verið beðin afsökunarbeðni vegna innrásarinnar í Írak, til dæmis. Ég hef aldrei verið beðin afsökunarbeðni fyrir Breivik. Ég bara ekki rasisti og finnst ekkert að ég þurfi eitthvað að bera ábyrgð einhverju sem ég einfaldlega ber ekki ábyrgð á. Aftur, múslimar eru 1,7 milljarður pluss mínus 500 milljónir. Það eru allar manngerðir innan þessa hóps. Allar hugsanlegar manngerðir eru innan þessa hóps. Þannig að mér finnst alltaf svolítið skjóta skökku við þegar múslimar, svona, þú ert múslimi, útskýrðu sjálfan þig fyrir mér. Þú veist, ég er trúlýsingi, ég ætla ekki að fara að verja Stalín. Þú veist. Já, sko þetta er angi af umræðinu sem mér finnst mjög áhugaverður. Af hverju eru múslimar á Íslandi ekki með skýra afstöðu til ISIS eða eitthvað öfgasamtaka? Og ég tek alveg undir það sem bæði Helgi og Sverrir hafa sagt hér að það er afskaplega skrítið að það séu einhvern veginn önnur, hvað að segja, að múslimar séu einhvern veginn þurfa að haga sér einhvern veginn öðruvísi heldur en aðrir. Þeir bera persónulega ábyrgð á öllu sem er gert hugsanlega í nafni þeirra trúarbragða á meðan þegar kristnir fremji eitthvað eða þegar trúleysingjar fremji ykkur voðaverk eitthvað staðar, þá vita nokkurn veginn allir að þeir sjálfir bera ábyrgð á því sem þeir eru að gera, ekki allir sem tilheyra sömu stjórnmálastétt eða sömu hugmyndafræði eða hvað eina. En annars, það er ekkert ástæðulaust að við ákváðum að ræða þetta, er þörf fyrir að óttast íslam. En þess að ég sé það hér bara, það eru mjög margir mættir hérna. Ég sé hérna eru ákveðnir einstaklingar sem hafa talað opinberlega mjög heitt gegn íslam og eru greinilega mjög í alvörunni mjög hræddir við íslam og múslim almennt og eru sannfærðir það að Ísland sé bara að verða einhvers konar íslamskt klerkaveldi og hér komi ISIS og hér allt í einu verði sharia-lög og ég veit ekki hvað. Og mér finnst þetta svo áhugavert. Mér finnst þetta í alvörunni áhugavert. Af hverju er til svona mikið af fólki sem heldur að ef við bönnum ekki ákveðin trúarbrögð þá breytist Ísland bara skyndilega í klerkaveldi. Ég bara átta mig ekki á þessu. Sérstaklega vegna þess að svo margir sem eru á þessari skoðun eru svo líka að berjast á fullu fyrir því að hér sé kristin siðmenning og þjóðkirkja og það er efla trú og þetta gagnrýnir þegar siðmennt er að biðja við opinberum að bakka, leyfa fólki að trúa en leyfa fólki að trúa í friði. Þetta er svo áhugavert. Ég skil ekki sjáu þið þversögnina. Það er fólk sem er rosalega hrætt við trúarbrögð en styður leið að einhver önnur trúarbrögð hafi gríðarleg völd í íslensku samfélagi. Já, þeir voru búin að svara því sem ég ætlaði að svara, algjörlega. En það sem ég ætlaði nú bara aðeins að útskýra einmitt, þessa spurningu, ef ég má koma með svona það sem að kannski fræðimenn myndu útskýra einmitt það að þú hafir komið í raun og veru og lagt til að múslimar myndu koma fram með eitthvað skonar einmitt, yfirlýsingu til þess að fordæma eitthvað ákveðin. En þetta er náttúrulega óheyrilega ósanngjarnt vegna þess að þetta er ekki kristnispurði beðnir að gera og engin annar í raun og veru og þú sér það, ég sé það. En ástæðan fyrir þessu er einmitt svo og aftur að orientalismannum hans Edward Said, hann útskýrir þetta. Hann segir að meðan við upplifum okkur hér á Vesturlöndum sem einstaklinga með okkar einstaklingsfrelsi að þá eru hinir svokalluðu hinir sem eru þá arabar og múslimar hópur. Svoleiðis að þegar til dæmis það eru þekkt dæmi frá ég má aðeins koma inn á hérna frá Noregi, dómsólum í Noregi þegar norskir dómarar hafa talað það að réttindi eitthvað kals til þess að berja konuna sína vegna þess að það hluta hans menningu. En þegar vestræni kalla að berja konuna sína þá það vegna þess að það rotið epli. Það eitthvað að einstaklingnum. Svo ég ætlaði bara að koma aðeins inn á þetta. Það
eru allmargir á mælendaskrá og þannig að ég ætla að fara að loka henni þannig að gefum merki bara núna á næstu sekundum ef að þið eru ekki þegar komin, ég er búin að segja þig og þú ert búin að biðja orðið, þú þarna að fara næstu. Þegar það er spurningu og ég bara ítrekka að hún sé að skýra mér þú að það renni nú hjá okkur að við klárum fyrir klokkan 1. Ég heiti Gústav Níelsson. Nei, fyrirgefðu, það var hann sem átti að tala núna, þú ert á eftir. Nú var það? Ég var að benda hann stóð við hliðina. Ég er hérna með Kóraninn, gefið út árið 2005, þetta er nýjast útgáfan á honum. Hérna er Kóran 551. Óþér trúaðir, takið ekki sem verndarvini, gyðinga né kristna menn. Þeir eru verndarvinir hvorir annara, sáu þar velja þá að verndarvinum sínum er orðin einn af þeim. Alla leiðbeinir ekki hinum ranglátu. Hérna tel ég vera fyrsta hatur múslima, skrifa niður, rita niður í svo kallar trúaritt þeirra. Fyrsta hatur í mannkynssögunni á gyðingum og kristnum mönnum sem er ritað. Og spurningin finnst ykkur þetta boðlegur boðskapur gagnvart öðrum trúarbrögðum til múslima? Hefur þið lesið Gamla testamentið? Það stendur ekki í Biblíunni að gera ekki múslima verndarvinni niður. Það stendur ekki í Biblíunni. Afsakið, spurningin er komin fram, núna ætla frummælendur að svara. Sko þetta gott dæmi hvernig umræðan er og ég skil alveg, fólk les trúarbækur eins og Kóraninn eða Biblíun eða hvaðina og það finnur ákveðnar setningar sem eru hljómar hræðilegar og það hljómar hræðilegar að því að eru hræðilegar. Það verið að hvetja til ofbeldis og það gert í ákveðnu samhengi og allt það. En það sem ég hef áhyggjur af er að fólk hafa einhverjar sérstakar áhyggjur af því að svona sé í trúarbrögðum múslima. Svona bara í mjög mörgum trúarbrögðum. Og þessi setning sem þú varst að lesa upp, hún bara mjög sambærileg, mjög mörgum setningum sem í Biblíunni. Það réttlætir ekki þessi setningu. En höfum það hugfast að það tiltölulega nýtt að menn séu farnir að virða mannréttindi hér á Vesturlöndum, ekki vegna þess að við erum kristin þjóð eða eitthvað þannig, heldur vegna þess að það bara mjög margt skrítið í trúaritum, í Biblíunni líka. Og ef að menn alltaf vitna svona orðið rétt, þá þurfum við ekki að taka svona gamla bók. Við getum sem Íslendingar og með þjóðkirkju, lúterska þjóðkirkju, við getum bara vitnað í eitt helsta rit Martin Luther sem stofnandi þjóðkirkjunnar. Luther, hann skrifaði til dæmis bók sem hét gyðinga og lygar þeirra. Þar sem hann lýsti því mjög nákvæmlega hvað gyðinga væri slæmir, það ætti að refsa þeim, það væri mistök að drepa þá ekki, það ætti að brenna húsin þeirra, þeir ætti að skipta trú eða að vera drepnir og svo framvegis. Þetta miklu nýrra heldur en Kóraninn. Og þetta maðurinn sem kendur við íslenska þjóðkirkju. Þannig að lausnin aftur að ræða þessi mál bara opinskátt, viðurkenna að það margt ljótt í trúarbrögðum, það margt fallegt líka, en það margt ljótt þar og bara vernda tjáningafrelsi og koma saman og ræða þessa hluti. En ekki vera svona hræddur við múslima. Þeir ekkert... Vinsamlegast, nú verið að svara spurningum og það ekki í boði að koma með þessar athugasemdir frá núna vegna þess að það verið að svara spurningum hér í pallborði. Ég vil líka taka það fram, eins og ég sagði áðan, þá ætlaði ég að loka mánudagsskrá og ég hef gert það núna og nú ætlar Helgi að svara spurningum sem var borin fram. Ég verið afar fljótur. Ég ætla reyndar ekki að svara spurningunni. Ég ætla að leyfa talsmanni múslima hérna að svara spurningunni. Ég vil bara benda á eitt. Það til svolítið sem ég kalla rökfræðilega kurteisi, intellectual honesty á ensku. Og það felst meðal annars í því að gera ekki upp öðrum skoðanir sem þeir hafa ekki til þess eins að hafa punkt gegn þeim. Ef hann segir að hann sé ekki hlynntur einhverju, þá hann ekki hlynntur því. Og mér leiðist þessi hluti af umræðinu þegar það sagt að þú ert múslimi, þú átt að trúa þessu og ég ætla að sýna að það hafi rangt fyrir þér. Mér finnst þetta gríðarlega ókurteisi. Leyfum fólki að verja það sem það segir. Leyfum fólki sjálfu að ákveða hvaða skoðana hefur. Ég ætla að ákveða hvaða skoðana ég hef. Mér finnst ég hafa rétt til þess. Mér finnst múslimar að hafa sama rétt. Bara spurningu kurteisi að mínum mati. Já, það getur örgulega kannski fengið Salman til að segja eitthvað um þetta líka, en þetta náttúrulega arabíska dæmi þarna.
þetta dunur á okkur oft og við megum ekki, eins og ég sagði við megum ekki eignast víni meðal kristinna eða gyðinga. Það þýðir alls ekki þetta. Þetta er náttúrulega opinberað, maður yfirleitt að skoða verskóransins í samhengi, ekki auðvitað eins og má ekki sleppa versum á undan sem gerðu tortryggileg, heldur verður líka skoðað í því samhengi sem gerast, hvernig óperinn kemur. Þetta vers er opinberið með Medína þegar verða gyðingar og kristnir og fleiri eru búin að samþykkja Múhammad sem sinn dómara í raun og veru eða sáttasemjara. Og þá er náttúrulega hópar en þetta segir sér lögum alveg sjálft. Helgi Hálfdanarson þýðir þetta bara nokkuð vel. Það eru margir fáfróðir sem þýðir þetta á ensku, þýðir þetta sem vinur. Þetta er arabæska orðið álía sem þýðir verndarvinur eiginlega of lítið. Þetta þýðir bandamaður. Þetta þýðir sem sagt jafnvel andlegu leiðtogi. Náttúrulega múslimin sem tekur gyðing eða kristnan sem leiðtoga lífsins á tímum þegar íslamar að berjast í Medína er náttúrulega einn af þeim, bara svo augljóst. Og mér finnst dálítið svona pínlegt að vera hérna innan trúleysingja og sem er að verja íslam, þeir gera það alltaf verið fórst ég get lesið allan Kóranum, mér finnst hann bara fallegur, mér finnst hann bara djúpur og ég hef ekki séð neitt í honum sem ég get ekki skrifað upp á. Ég heiti Gústaf Níelsson og ég ætla að beina orðum mínu til Sverris Agnarssonar. Ég skrifaði opið bréf til félags múslima á Íslandi og birti í Morgunblaðinu 18. nóvember síðastliðinn þar sem ég beindi nokkrum spurningum til forsvarsmanna félagsins. Mín spurning til þín, Sverrir, er þessi: hyggst félagið svara þessum spurningum mínu sem ég setti fram í hinu opna bréfi 18. nóvember síðastliðinn? Ekki nema það að þú ert fordómafullur idiot. Má ég hafa þetta eftir þér? Já. Næstur mælendaskrá er þú í bláu skyrtunni þarna? Já. Já, ég ætla fyrst að minnast á því. Kynna sig, þetta er Gísli Gunnarsson. Ég ætla fyrst að minnast á því. Það er ekki mjög langt síðan við höfum trúarbragðatilvist til Evrópu. Í spænsku borgaratilvistinu 36-39 voru bæði guðlýsingar og mótmælendur drepnir í stórum stíl fyrir að vera hvað þeir voru. Það var einhverjum stjórnmálaskoðari. Talagiftar sá það. Þeir voru katólskir. Allir sem ekki voru katólskir voru dauðsegir. Þetta var 1936-39. Svo við höfum það að klára að það er ekki mjög langt síðan ruddaskapur trúar gekk yfir Evrópu. En mér langar kannski aðeins, þetta er ekki bara spurning, ég er ekki komið til þetta á eftir, en ég vil skipta andstæðingum múslíma í þrennt. Það er annars vegar hinn amerísku dómsdagsfána sem að vonast til að upp úr allur látunum í Vestur-Asíu verði dómsdagur og heimurinn eyðilegging í allsherjar styrjöld. Það eru í öðru lagi það hreinir rasistar sem, og það er mjög skammt frá því að fordæma múslími, í því að fordæma svertingja, í því að fordæma homma, í því að fordæma jafnvel í allt þetta hins og jarð. Og í þriðja lagi þá vil ég taka fyrir eftirlegur kaldastríðsins, þar sem að þegar Rússland hætti að vera óvinnur sem kommunistískt ríki, þá var það rússnesk réttindakirkja á Ísland og þetta kemur skýrt fram til Huntington og þeir hafa meira að segja fulltrúa í bandaríska stjórnkerfinu sem eru aðstoðar utanríkisráðherra Viktoríu Nuland sem að heldur fram þessum kenningum og eiginmaður hennar er helsti maður Huntingtons kenningarinnar í Bandaríkjunum. Já, þannig að þú vilt fá svona kannski komment frá frumælendum á þetta, já. Er einhver sem að vill taka til máls? Já. Ég er þakkláttur Gísla og ég hvet alla til þess að heimsækja Facebook síðu Gísla. Hann hefur verið með mjög skemmtilega umræðu Íslam og hann er fróður, hann er sagnfræðingur. Hann kendi mér í Gaggó og kendi mér framkoma á málfundum. Þannig að ég er Gísla mjög þakkláttur. Og ég verður lengur veit að bæta, það eru framir hryðjuverk víða. Ég spyr til dæmis, er einhver inni sem veit hvernig síðasta krossfesting fór fram í Evrópu? Nei, ég bjóst ekki við því. 2003 meðal réttrúnaðarkirkjunnar í Búlgaríu. Hefði þetta verið múslimar, það myndið þið örugglega vita það. Og ég ætla að taka aftur fram ímyndið ykkur bara sjálf. Ég nefndi þess að var að bera saman við ógnarverk ISIS-manna. Fjöldamorðin í Srebrenica þegar 8.000 ungir menn voru drepnir á einum degi í Evrópu, meira sé á verndarsvæði Sameinuðu þjóðanna.
Ímyndið ykkur hvernig umræðan verði ef þetta hefði verið múslimar sem staðið þar. Það er engin annars í pallborðinu sem að vill bregðast til þessu, þá er næstur á mælendaskrá og þú. Viltu fá mækinn? Já. Já, Svanur Sigurbjörnsson heiti ég. Takk fyrir góðar umræður og góða framsögur. En á aftur ég vildi aðeins ræða samt við ISIS og það sem er að gerast í Evrópu og svo aftur ISIS að það eru nýliðun fjölda fólks, það telur í hundruðum ungra karlmanna sem fara yfir til Íraks og Íran og við Sýrland og þar og berjast fyrir ISIS og bara frá Noregi, þetta er bara að gerast mjög nálægt okkur. Þurfum við að óttast eitthvað slíkt geti gerst á Íslandi að héðan fari menn í stríð og ég vil líka bara renni þá í þessu tilefni velta upp þeirri hugleiðingu sem sagt þessari hættu varðandi trúarbrögðin og heilög lönd að það virðist vera uppspretta mikils ofbeldis að verja þessu heilögu lönd. Hvað vil Sverrir og aðrir segja þetta? Takk. Heilög lönd, Íslam, það er Jerúsalem, Mekka, Medína, annað er það ekki. Við og það var verið að tala um upptöku í ISIS. Ég hef rætt þetta stundum þannig að ég vitna alltaf í söguna. Þegar borgarastyrjöldin á Spáni var, þá voru örugglega fleiri normenn þar að berjast heldur en eru núna með ISIS. Það voru meiri segja komst ég líka, það ekki allir þessi sem börðust gegn Franco með uppreisnarmönnum spænsku, voru á þeirri hlið heldur voru 1000 katólíkar að berjast með Franco út af einhverjum trúarlegum ástæðum. Varðandi trúarstríðin kannski með bæta við hjá Gísla, þá veit ég til þess að bæði sprengjurnar sem var að Nagasaki og Hiroshima voru blessaðar af prestum, sérstaklega guðsblessaðar. Bush sagði bara oftar en einu sinni að Guð hefði sagt sér að ráðast á Írak. Allenby þegar hann tók Kaíró, þá var hann í krossferð. Churchill þegar hann fyrirskipar árásir á Írak upp á 1920 þá bjóst hann við að konurnar og menn kæmi bara yfir út á götur út á fögnuðinu á herjónum. Þeir endurtaka þessi mistök og Rumsfeld og félagar, þeir heldur væri að frelsa Írak. Þannig að má lengi telja, en ok, upptakan er þannig að það eru held ég, það er talið í hundruðum rétt að múslimar sem fara að berjast með ISIS, þeir eru flestir af múslimskum uppruna, þetta er önnur þriðja kynslóð þeirra sem búa í þessum löndum og oftast að verið að rannsaka sérstaklega er þetta mjög illa menntaðir menn. Það voru einhvern tveir að svona gæjar að skipuleggja hryðjuverk í Kanada á forsætisráðherrunum, þeir vissu ekki hvað hann hét og svo voru nýlega búin að kaupa sér Koran for Dummies sem er svona sería, það sýnir svona okkur við hvort það byggist á einhverju þekkingu. En auðvitað, mann skal ekki vanmeta hættuna, ég veit ekkert, en skoðið bara málið, það eru 1,5 billjón múslima í heiminum, að það skuli ekki vera fram með fleiri hryðjuverk ef það eru okkar trúarlega skylda, ekki ímyndið ykkur. Þetta er raunverulega bara, ég ætla ekki að segja meira það. Mér finnst þetta frábær lokapunktur hjá Sverri. Múslimar eru svo ofboðslega margir að það er alveg saman hversu lágt í prósentinu maður vill fara í það hversu stór hluta þessi öfgamenn. Það er merkilegt hvað það er lítið hryðjuverkin. Nafnir trúarinnar það er að segja ef svo hugmyndafræði á að vera einhvern veginn gegn sýrandi í Ísland, það bara er ekki tilfellið. Það er bara ekki heiminn sem við búum í. Það er bara þannig. En mér finnst þetta svolítið kaldhæðnislega áhyggja vegna þess að árum saman hafa menn verið að berjast fyrir því að fá þessa öfgamenn úr landi, svo þegar þeir fara úr landi þá er það áhyggjuefnið. Réttarspurningin er auðvitað, er ISIS að takast að sannfæra menn? Og ef það er tilfellið, þá er það okkur að kenna. Við erum ekki að tala um þetta. Takk fyrir þetta, Helgi. Þetta er bara akkurat það sem ég ætla í raun og veru að segja, er að ef að fólk hefur áhyggjur af því að ISIS eða aðrar öfgarhreyfingar er að síðan ná til fólks, ungs eða gamals hér á landi til þess að fara út og berjast í ykkur stríði, þá er það eitthvað sem við þurfum að hugsa um og við þurfum þá einmitt að tala saman trúarbrögðin, fordóma, hvernig við bara búum saman á Íslandi, vegna þess að besta leiðin til þess að fóðra einhverjar öfgarhreyfingar,
það er að taka hópa og fordæma þá og reyna að útskúfa okkur ákveðna hópa, tala ekki við þá, tala við þá eins og þeir séu allir ofbeldismenn og fávitar, þá býrðu til samfélag sem er líklegra til þess að fóðra einhverjar öfgarhreyfingar út í heimi. Við erum að búa til inclusive samfélag en ekki svona exclusive. Eins og það kannski tekið eftir, ég er farið að reyna að kvötta á Helga og Sindra og svoleiðis, en það er sem sagt bara 10 mínútur eftir. Þannig ég ætla aftur að ítreka að spurningar séu svona skýrar og góðunáðar og þið séu þetta líka náttúrulega í kaffunni eins og vitið. En það er spurning frá konu hérna næst. Já, góðan daginn. Ég heiti Júlí Sigurðardóttir. Ég er dóttir Sigurðar, einhvers staðar í bænum. Ég er múslimi og búin að vera múslimi í 8 ár. Og mér fannst þessi spurning rosalega mikilvæg í dag. Því mér fannst eiginlega spurningi beinast að mér hvort að fólk sem eru Íslandingar eins og ég eiga að hræddu mig. Og fólk verður að gera sig grein fyrir því að það eru Íslandingar hafa tekið sér trú sem eru, og kannski, ég veit ekki, sem eru líka grámyndisættur, það er líka ekki nóg Íslands fyrir okkur. Þetta er hvað ég meina. Ég hef verið múslimi í 8 ár og ég hef verið með slæðuna í 7 ár og ég skil alveg að við erum svolítið einsleitur hópur og sem verður að tala og segja eitthvað frá að því hitt ykkur þessi margar muslimakonur á Íslandi sem eru líka, ég er líka taugavísindamaður, ég er menntuð í Englandi, ég býð þar núna. Ég komist í bara einn af bestum háskólum í heiminum og ég hef ekkert vandamál við vísindi og ég veit þessi umræð, ég verð bara að þakka ykkur öllum fyrir að koma með ákveðna punktar sem eru mjög svona kritiski líka innan okkar hóp sko. En það sem ég alltaf sagt og fólk eru komið til mín og ég fengi marga Íslandingar, íslenskar konur, íslenskar menn sem vilja alveg ræða þetta og ég er alltaf að segja sko, ef þið eru hrætt við okkur eða Ísland, talið þá við okkur. Ég vil vera minn einn talsmaður, ég er kona, ég er ekki búið, ég valdi að vera með slæðu, ég valdi að vera múslimi. Ég tel mig hafa rosalega mikið af forréttindum innan Íslam vegna þess að ég er múslimi, vegna þess að ég er kona. Ég vil ekki eiginlega gefa þeim upp heldur, en fólk heldur að það þurfa að bjarga mér, skiljiði. En ég vil bara fá að trúa á Guð og minn tilgangur er að trúa á Guð og gera góðverk. Þetta er Íslam. Íslam snýst um að hafa mikla þolinmæði og umburðarlyndi. Mín trú hefur þróast mikið í þessum 8 árum. Við samt svona, ég sé að gera smá ræðu en ég verður að taka smá. En spurningin mín sko er að hvernig ætlum við sem samfélag að ekki gera sömu mistök annarra vanda sem þau hafa gert gagnvart minnihlutahópa, vitandi núna að það eru Íslandingar sem eru múslimar, fæddir hérna og sem hafa tekið þess að trú, þetta er einhver annar hópur, this is us and them, skilju, við erum hérna og við viljum búa hérna, bara skilju áfram. Men ég búi í múslimalandi og mér fannst bara skárra að vera hérna og þetta allir sé að starfa á mig, skilju. Það er bara mjög, en við vita hver þessi verður einhver kraftur til þess að við getum opna þessi umræðu alltaf. Við erum alltaf opinn fyrir þessar umræðu. Ég vil ekki að fólk hræðist mig út á götu, skilur að þessi stöð, allt þessi stöð, það er mikið í gangi í heiminum núna. En ég er hérna opinn og ég er alltaf viðbúinn að svara tíma á e-mail, þú ert í búið núna, ég sé að mennta mig, að ég er svo búið, ég er að mennta mig. En ég er opinn alltaf og ég skil alveg að fólk sé það, ég skil það. En ég var líka með fordóma á sínum tíma. Og ég er alveg til að útskýra fyrir fólki og segja þeim frá minni stöðu. Ég er mín einn talsmaður. Okay. Takk fyrir þetta. Fá stutt svör ykkar við spurningunni? Er þú með? Já, með þetta nú bara í hug, einmitt fólk er bara fólk. Ég meina það og ég veit ekki að kannski vegna þess að ég bjóð svo lengi í Arabalöndunum að ég keip mér ekkert upp fyrir einhverja blæjur, ég sé það ekki sem þennan aðskilnað sem margir sjá og maður kannski hefur eitthvað skilning fyrir, en mér finnst þetta bara fínt innlegg hjá þér, takk fyrir. Já, ég þakka náttúrulega fyrir þetta bara með þarft innlegg. Ég er náttúrulega í sömu stöðu, ég valdi það að búa í Íslandi, mér líður ágætlega hérna, mér leiði svo sem ágætlega í Líbíu, og Tyrkland sem fer alveg frábært. Og mér, einn flottastari í heimi finnst mér vera Kristjanía, þannig að ég er til dæla frjálslyndur á þessu.
Ég vil sjálf sér engu við þetta bæta nema bara ítreka punktin sem að Siggi kom hérna inn á í framsöguræðu sinni er að það er ótrúlega kaldhæðni að ætla að vernda frelsi með að svipta einhvern annan frelsi. Ef fólk vill vera múslimar þá verður það mega vera múslimar, það verður það mega vera með blæðu, það þarf að vera í lagi, það þarf ekki bara að vera löglegt, það þarf að vera, við þurfum að vera sko, maður á að segja umburðarlynd gagnvart í, en það á ekkert að fara í taugarnar á okkur. Við eigum ekkert að þurfa að vera umburðarlynd fyrir því. Kemur okkur ekkert við. Það má ekki líka alveg bara vera múslimur líka. Afsakið, það er að svara spurningunum var upp. Já, ég held að það sé best einmitt bara að við hittumst sem oftast á svona málfundum og öðrum, bara í öðrum aðstæðum og tölum saman. Hittust og tölum saman og ræðum málefnaðum hlutina. Það er besta leiðin til þess að búa til gott samfélag held ég og vera kurteis. Takk fyrir þetta. Nú eru bara nokkra mínútur eftir þannig ég ætla að taka nokkra spurningar í einu og þið bara skrifið hjá okkur og bregðið svo við því. Það er Salman, hlustu vel. Já, Salman Tamimi heitir ég. Mér langar að bara vekja athygli að ég vildi fá í raun og veru þessi málþing hvaða hætta stýður á muslimum hérna á Íslandi frá samfélagi. Við erum að sjá svo mikið þróun hérna til hægri í þessu málum. Það er svo mikið hatursáróður, það er svo mikið lygi. Það er alveg óþolandi að sýta undir það með sína fjölskyldi með vanþekkingu sem er alveg nákvæmlega eins og að núna var að vitna í einn vers í Korani að taka ekki verndarvímur. Og það er hernaðarmálið eins og Sverrir sagði að það er ekki hægt að fara að draga kristinn maður í her muslima til að berjast móti bróður sín þarna. Þetta er að banna okkar að pína kristinn og muslimar að fara í ganga í íslamiskeiði. Alls konar tala hvenna misrétti og allir sem að tala eða margir sem að tala það raun og veru þeir mistir með sína eigin konur og það er búin að dæma það og við veitum það. Svo í sambandi við samkynhneigð, það er ekki bannað í Íslam að elska. Það er eina sem að bannað í Íslam að stunda endaþarfsmök. Það er eina sem bannað, bæði fyrir konur og kallar. En þú getur elskað hvaða kallmaður sem og hvaða kvenmaður sem þetta er hlutur sem í þína hjá. Spurningin var komin fram að það ekki? Jú, ég bara vil fá málþingir hvaða hætta á muslimum að ég veit að við búin að fá svínshauks þarna og það búin að fá nokkra systur okkar voru dregnir af þeirra haussjalinn í götunni og það við erum kallaðir barnanýðingar, við erum kallaðir kanínur að fjölgast alveg og við ætlar yfirtaka Ísland. Og þetta þarf að fræða fólkið hvernig á að haga sig á þessi fjölmiðlum og reyna og veru virka lögin sem að verja minna hlutahópa. Takk fyrir því skráið hjá okkur þetta. Það er spurning hérna aftast, já. Já, Gerður Pálmadóttir heiti ég og mér finnst vanta í þessu umræðu. Það mér finnst ótrúlega gott að heyra að alltaf tala hryðjuverkamennina og það er alltaf Ísland. Hryðjuverkamennina, en það er ekkert skoðað þessa gagnrýnislausu fréttir sem við fáum og við gleypum alveg hráar og það er orsök hryðjuverkana. Þessi hryðjuverk urðu ekki til í raun og veru fyrir eftir árásir frá hinum vestræna heimi og ég myndi segja frá Bandaríkjunum og UK sem að sáu til þess og síðan það gerðist, þá hafa þessi hryðjuverk orðið. Og við myndum sjálf að mínu mati að finna leiðir ef að börnin okkar, húsin okkar og allir kringum okkar eru sprengt upp í tætlur. Við myndum ekki bara senda þeim bara kveðju kort og afmælinu þeirra. Við myndum gera eitthvað, ég er alveg klár á því og sérstaklega Íslendingar sem eru vargar í eðli sínu. Í alvöru við erum ofsalega frek og sjáum hvað við rífumst út á engu. Hvað þá svona? Mér finnst hryðjuverkin besta PR sem nokkur samtök hafa fengið í heiminum Al-Qaida. Það vissi enginn af þeim fyrir CNN tók það upp og það búið að promóta þetta út allt. Síðan kemur núna ISIS og við erum alveg skelfingulostin út af ISIS, allur heimir út af Íslam og út af ISIS. En hvernig var ISIS til? Þetta er varnarring og þetta koma allir brjálæðingar saman sem fá þarna skjól til hryðjuverka og gera ógeðslega hluti í nafni hjá trúarbragða. Það hefur allt verið gert bara afskiptalaust ef það er hægt að gera það í nafni trúarbragða sem það kemur raun og veru ekki til. Var spurningin komið fram? Já, ég vil spyrja það af hverju þetta var ekki meira
áhersla í umræðinni. Takk fyrir þetta. Skráðu þetta líka hjá okkur. Ég ætla að taka eina spurningu viðbót, það konan við hliðina. Ég heiti Helga Björk Einarsdóttir og ég ætla að spyrja því að þegar Sverrir hélt sína kynningu þá talaði hann svo mikið að setningar úr Kóraninum væru ekki orðréttar eða ekki marktækar og maður þurfti að vera búinn að læra þetta í 20 ár til þess að geta talað þetta. Af hverju situr hann þá fyrir svörum? Af hverju ekki Salman eða þessi þarna að sitja fyrir svörum? Og þá ætla ég að biðja ykkur að svara. Hver vill byrja? Helgi? Fyrirgefðu. Þetta eru 3 spurningar. Salman Tamimi minnist á afskaplega góðan punkt sem við gleymum svolítið er það að múslimar þurfa að þola miklu meira áreiti heldur nokkur Íslendingur á hálfu múslima. Það eru morðhótanir, það eru ásakanir barnaníð, það er svínshöfðamáli á moskulóðinni. Ég meina, þetta ekki að gerast þegar kirkjur eru byggðar. Þetta bara ekki að gerast þegar kirkjur eru byggðar. Þetta gerist þegar múslimar ætla að byggja mosku eða múslimar segja einhverja skoðun sína. Sömuleiðis var það þegar Ahmed Sadegh, assalamu alaikum, þegar hann var með sín ummæli gegn samkynhneigðum. Þá var hrópað banna, 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 refsa, refsa, refsa. Ég spyr, hvort skaðaði það meira? Ímynd samkynhneigðra eða ímynd múslima? Við gleymum alltaf hvernig samfélagi bitnar á samfélagi múslima. Og mér finnst það alveg virði að hugsa þetta og sömuleiðis fannst mér afskaplega kaldhæðnislegt þegar einn fyrrverandi ráðherrann hafði áhyggjur af lífi eins frambjóðanda Framsóknarflokksins vegna umræðunar þegar múslimar eins og Salman Tamimi eru bara vanir því eiginlega að sitja undir morðhótunum og hann hafði áhyggjur af lífi frambjóðanda. Þetta út úr kó, þetta ekki nefnum tengslum við raunveruleikann. Og ég verð að segja það, mér finnst ótrúlegt hvað múslimar á Íslandi eru umbyrðarlyndir. Mér finnst alveg magnað, í alvöru. Íslendingar væri ekki svona umbyrðarlyndir í sömu stöðu, kemur ekki til greina. Svo verð ég bara að minnast á það. Ég verð að minnast á það fyrirgefðu Salman Tamimi, að það rétt að það bannað í næstum öllum útfærslum af íslam að stunda endaþarfsmök. Það finnst mér vera vandamál, en það kannski ekki umræðefni hér og nú. Við kannski ræðum það bara seinna, vonandi, inshallah. Já. Og síðast en ekki síst að þá nefndi Helga Björk mér ekki tekist að klára setninguna. Sverri talaði að það þyrfti... Akkur hann að tala þetta og það búið að læra þetta í 20 ár? Já, ég ætla aðeins að vera svolítið leiðilegur líka núna aftur við múslimana. Ég teki eftir því í umræðum mínum við múslima að það mikið gripið í svona conversation stoppera. Þú ekki lesið þetta nógu mikið, þú kannt ekki klassíska arabísku, nei, en ég að læra hana, að vísu, en þú ert ekki nógu mikið sérfræðingur, spurðu eitthvað annan, alls konar svona, frekar en að ræða trúarbrögðin efnislega. Þetta kemur úr báðum áttum. Mér finnst svona rökfræðilegur ósiður oft til staðar þegar múslimar tala og síðan bara alveg geðvikislega ósangirni á hálfum allra annara. Þannig að umræðan alltaf einhvern veginn í steik. Og þetta það sem við þurfum að laga ef við ætlum að líta fram á veginn. Já, ég skal bara byrja á þessu spurningu sem er beint til mín. Ég sagði náttúrulega ekki að ég geti ekki talað íslam eða ekki geti lesið Kóranum og verið búin að stúdera henni 20 ár. Ég var nú aðalega að hugsa gæði heimilda. Ef ég að lesa Kóranin og vil fá skýringar á hann, þá leita ég til manna sem ég veit að eru menntaðir í honum. Það bara augljóst mál. Þetta eins og ég segi, þetta er stór hefð, þetta eru mikil fjölbreytni og ég hefur ekkert meira það að segja. Bara þakka svo Salma fyrir sína punkta og hvað var það þriðja? Já, mér fannst hún að taka nokkuð vel á því, Guðrún, að hún myndist á Hezbollah, en hann þakkaði Gerði fyrir sitt innlegg. Þetta er náttúrulega vandamálið og leggja bara áherslu svona lokaorðunum ISIS, að við skulum bara fara varlega. Þarna eru bara þessi gömlu thugs sem terrorisirðu Íraka undir Saddam Hussein í 20 ára með stuðningi. Þeir voru the most preferred nation hjá Bandaríkjamönnum. Saddam Hussein fekk allt umframkorn Bandaríkjana í áratug og þannig að stuðningurinn við hann og þetta er flókið pólitískt mál vegna sem ef þeir fara að styðja andstæðinga ISIS, þá eru þeir að styðja Shia, þá er Íran þarna næst, skilurðu. Ef þeir eru haldin þjóðaratkvæðagreiðslu í Írak og meirihlutin, raunverulegu meirihluti fengi að ráða, þá myndu þeir sameinast Íran. Þannig það.
og þeir eru stjórna ISIS, eru að stjórna nákvæmlega eins og fyrri stjórn Saddam Hussein stjórnaði með terror, með því að drepa fólk opinberlega, hálshöggva, nauðga og það er ekkert breyst í aðferðan. Já, einmitt. Ég ætla aðeins að tæpa á því sem að Salman var að tala sem eru ömurlegt að heyra, einmitt þessa beinu, þegar einhvern veginn fordómar eru farnir að beinast að fólki persónlega. Þetta er ekki bara í einhverju skonar svona abstrakt orðræðu, en málið er það sem ég hef svo lengi haft á tilfinningunni þegar það er verið að tala sem sagt, Íslam á Íslandi, er að þetta er svo ofboðslega innflutti fordómar. Þetta verður oft svona svolítið kjánalegt og þetta minnir mig svolítið á umræðu sem var hérna fyrir einhverjum svona 15 árum þegar mér fannst þess að fjölmiðli vildi endilega að væri svona kynþátta átök á Íslandi. Svoleiðis að það var einhvern veginn svona hæpað upp að það hefði verið eitthvað slagur á milli íslenskra stráka og eitthvað asískra og þetta var strax sett í eitthvað óbáslegt kynþáttasamhengi. Svoleiðis að þið verið að afsaka ef við hljóma svona patronizing, en mér finnst oft svona einhvern veginn eins og við séum pínu æst í að fá sömu vandamálin til þess að vera einhvern veginn þjóða meðal þjóða. Þetta er bara kannski mín tilfinning, en ég varð eiginlega komið svo að og einmitt það áhyggjur að íslenski krakka fara eitthvað að fara og berjast með ISIS. Ég veit það ekki, ég held að þurfi bara miklu meira til, ég held að þurfi stærra samfélag, ég held að þurfi meiri svona einangrun innflytjenda á Íslandi. Þið vitið, annars að ég viti nokkuð um það. Gerður, takk fyrir þetta. Ég held ég hafi komið inn á eitthvað af þessu svona þetta með hvernig í raun og veru af hverju verður fólk hryðjuverkamenn. Og ég ætla bara að bæta inn í þessi risa rannsókn What do billion Muslims really think sem Gallup stóð fyrir er hérna að þessi Robert Pape, hann var að kynna þessa niðurstöðu sínar og hann Donald Rumsfeld spurði ertu þá að meina að við höfum verið að skapa fleiri hryðjuverkamenn heldur en við höfum verið að útrýma og svari var já og þetta fekk Rumsfeld í æð og bara var hugsi yfir víst. Einmitt með þetta sko að fólk eigi ekki að taka hernámi á sínu landsvæði persónulega eða innrás. Mér fannst þetta dálítið, sem sagt ég tengist mjög persónulega mikið Líbanon og ég man alltaf orðræðinni hér í kring sem mér fannst bara ógeðfelld að það var þegar Íslendingar töluðum þeir munið innrásina í Líbanon af hálfu Ísraelshers þegar fólk sagði hér og það voru stjórnmálamenn að mig minnir sem sögðu Líbanon með ekki taka þessu persónlega, þetta er bara gegn Hizballah og maður svona velti fyrir sér hvernig myndi manni líða ef að það væri hérna kannski búið að rústa Vesturbæna þar sem ég bý, drepa einhverja fjölskyldumeðlimi og ég ætti ekki að taka því persónulega. Nei, þið vitið, svolítið að aftur þetta, ef að við getum dröslast til að fatta að hinir svokölluðu hinir eru einstaklingar sem eru nákvæmlega með sömu gildismat, tilfinningar og líf og þykir jafnvæntu börnin sín, þá myndum við ekki tala svona, þið vitið. Og það myndi ekki líðast allt þetta ofbeldi. Takk. Já, ég skal vera mjög snöggur. Það sem að Salman segir að ég er alveg sammála því að orðræðan hér á Íslandi er að mínum mati orðin hættuleg. Ég óttast þessar orðræðu. Og þess vegna tel ég að gott fólk allt eigi að tala þessi mál að yfirvegun og að sanngirni. Og það er einmitt eina ástæðan fyrir því að við ákváðum að halda málþing þetta mál hér í dag. Það við megum ekki leyfa þeim sem að tala hæst og með mestu öfgunum, þeir mega ekki stjórna umræðinni. Við verðum að fá að tala þessi mál í friði. Og ég held að hvort sem að við erum múslimar eða trúlæsingjar eða kristnir eða hræddir við útlendinga eða hvar sem við erum, ég held að það besta sem að við getum tileinkað okkur og held ég að reyndar segir í flestum trúarbrögðum að það er að læra að setja sig í spor annara. Ef þú ert múslimi, pældu aðeins í því af hverju eru sumir hræddir við þig eða íslam. Er kannski einhver skiljanleg ástæða fyrir því? Hún er ykkur. Ég er reyndar svolítið hræddur við sköllótta menn, en það er öðrum ástæðum. Og sama sko, þeir sem eru hræddir við múslima, ég meina, setjið ykkur í spor. Ef þið væru múslimar á Íslandi, hvernig myndi ykkur líða ef það væri talað ykkur svona á útvarpi sögu eða á vísi.is eða á Facebook? Ef ég var ekki
að vera svo ólíkur og yfir sér, afsakið, gjöra svo vel að setja niður og hætta þessu strax. Vinsamlega, og hann stendur í kóraðinni að enginn hætti auðvitað sonin Jesú Krist og þeir hunsir það. Ok, nú ætla ég að stoppa, takk fyrir innleggið, þetta var óþarfi og ég bið ykkur öll að hérna bara róa ykkur niður og þessi kona til dæmis ekki fulltrúi allra sem eru kristnir á Íslandi. Gott dæmi, veist. En ég vonast til að við munum hittast oftar og ræða þessi málefnalega. Takk. Það eru 2 spurningar. Ok. Nú eru 2 spurningar eftir. Ég biðst afsökunar á þessari uppákomu sem við höfum engin völdi yfir, en okkur þykir leiðileg fyrir því. Þannig að það eru 2 spurningar. Ég ætla að biðja viðkomandi að vera sérstaklega skýruskoðunar í ljósi þess að við erum farin fram í orði tíman. Það er annars vegar þú þarna. Ég nú heldur þekktur af mörgum fyrir það að vera mjög gagnrýnin á Íslam. Ég neita því að ég sé að gagnrýnin á muslima, ég svo grein á milli muslima og hugmyndafræðinnar Íslam. Þess vegna finnst mér afskaplega ósanngjarnt að ræna okkur sem erum að gagnrýna Íslam, að við séum einhvers konar múslíka hatarar eða rasistar eða öllum muslima, það ekki rétt. Kannski ykkur, ég veit ekki, það getur vel verið, en það getur þá bara í báðar áttir líka. En það sem ég finnst gagnrýnisvert hérna, gaman þessum umræðumörgum, það sem ég finnst gagnrýnisvert hérna, það var enginn öðru ræðumaður sem hafði það upplegg að vera gagnrýnin á Íslam. Íslam hugmyndafræði, hérna var maður sem var gagnrýnin öll trúarbrögð, það ekki allt í lagi, það var fyrir sami sjónarmið, og svo var kona hér eða svo var þessi þingmaður sem mann eitthvað heitir, sem sagði já og nei við öllu, og þannig að það jafnaðist bara út. Og margt sem að sagði var yndislegt og skemmtilegt og allt það. En hérna vantaði mér okkur að spyrja, hvernig stendur á því að menn leyfu ekki einhverjum manni, og ég langar til að segja það er alltaf verið að væna okkur mannþekkingu sem gagnrýni. Ég held að þessi ekkert að væna það að ég hafi vann. Ég hef þekkingu, hún auðvitað miklu vel liðin, þetta mannþekking, vegna þess að þekking óstæðileg fyrir þá sem að verða fyrir gagnrýni. Og ég næst til þér haldið svona erindi, bjóðið þá einhverjum sem að getur verið með málefnalega forsendur fyrir gagnrýni. Það vantar. Ég spyr þig síðnefndarmaður, af hverju var þessi leið valin? Að vera ekki með, fyrst og átt að vera hér umræður þetta, að koma ekki með einn aðeila sem gat verið með málefnalega gagnrýni. Það er vonlaust að taka í spurningaformi á neinum efnisatriðum. Nú fáum við viltu klára þetta áður? Það er ein spurning eftir. Það varst þú? Yes. Ahmed Sadiq, Islamic Culture Center of Iceland, Imam of the Islamic Culture Center of Iceland. First, I thank you for this chance and this constructive discussion. And I want to say something, it's actually related to Islam and exactly the Quran. Because when we talk about Islam, we should not have generalization. Now we come to the text. We had a lot of discussion about the Daesh and other action that has nothing to do with Islam, with the text. But just one thing that the gentleman has quoted a verse from chapter 5, verse 51. That tells that believers should not take a Christian or Jewish as loyals. So now we misunderstand the Quran, like it happens with just selecting some verses and using them out of context. And this is a big problem actually. Now the same chapter, number 5, verse 5. I don't know why we just dropped this verse and just quoting 51. The same chapter 55, verse 5, it tells that it is allowed for us as Muslims to have multi-religious marriages, that Muslims, Christian and Jewish, that we can get married to each other. So how come that there becomes a disloyalty that Quran asks in a verse? Actually it's a misunderstanding.
how they get married. Someone is a Muslim and the other is not Muslim, is Christian or Jewish, and there is a disloyalty and there is love and intimacy between them. So here the problem is understanding the reason, the occasion of the verse that was revealed. In the Islamic library, we have... Excuse me, sir, do you have a question? We are running out of time. Sorry. Yes, I'm just commenting on something that's briefly... Yes, but we're running out of time, so if you don't have a question... I'm asking in 1 minute, please. Very, very quick, please. Not a question, but just commenting. Very quick. Okay. So in Quran we have the Islamic library full of books about the occasions of revelation. Why was this verse revealed? So Quran talks about what we call today treachery, which is spying, when someone spies against his country. So this is a kind that is of treachery that's not accepted. So here the verse talks about this religiously, that you should not take those as loyal and just spread some news to them. So we have to understand the text according to the context, not just selecting verses. And in the same chapter, we have another verse showing how we can live, and also another verse, chapter 60, verse 8, that's it, quoting the same, and asking us to treat the others who are not of the same religion kindly and justly. Chapter 60, verse 8. Thank you. We need to understand that for Thank you. Já, takk fyrir þessar útskýringar. Ég ætla nú bara að svara þér, Valdimar. Þú spyr af hverju það hefði ekki verið ykkur hér í pallborði sem sérstaklega á móti þá Íslam eða mjög gagnrýninn á Íslam. Það eru ýmsar ástæður fyrir því. Sú fyrsta sú að við erum ekki að fjalla hvaða trúarbrögð eru verri eða betri, eða hvernig megi túlka Íslam, eða hvað þessar og hinar ritningargreinar segja og svo framvegis. Persónulega mér bara alveg saman það. Sjálfur hef ég margoft lýst yfir að mér finnst trúarbrögð yfirleitt og bókstafstrú bara galin. Og mér finnst Íslam bara galin hugmyndafræði. Ég segi það og það bara allt í lagi. En það sem skiptir mestu máli að búa til samfélag sem að fólk með ólíkar skoðanir getur búið og lifað í sátt og samlyndi. Og ég hef ekki séð það á því fólki sem hefur verið að tala mjög hátt í blöðum og á blogginu og á Facebook og hvar það að það vilji eitthvað sérstaklega búa með múslimum. Nei, þetta bara mjög hrætt við þetta fólk. Það á ekki að leyfa þeim að byggja trúarbyggingar sínar hérna því þeir eru svo hættulegir, og þá jafnvel að banna þeim að iðka trú sína. Og ég hef bara ekki tíma eða áhuga til að tala við slíkt fólk. Ég vil frelsi handa öllum og allir fá að lifa eins og þeir vilja lifa, svo lengi sem þeir skaða ekki aðra beint. Fólk sem með aðrar hugmyndir, ég ætla ekki að halda málþing með slíku fólki. Og það ástæðan. Í raun og veru já, miklu leyti já. Ég ætla að vera aðeins annarri línu, vegna þess að ég legg það í vana minn að ræða við óviðræðuhæft fólk. Og það sífellt verið að segja mér að þýðir ekki að tala við þennan og þýðir ekki að tala við hinn. Ég gera það bara samt og vitið hvað stundum skilar það bara ágættum árangri. Ég hef eignast marga góða vini með þeim hætti, já. Og Siggi, já. Populísti, að þér verðist. Allavega, til að adressa sem að by the way, það sem að þegar Ahmed sagði Daesh, þá myndi hann ríki Islams, þetta skammstöfun á arabísku. Allavega, Valdimar, við höfum ekki tíma til þess að fara út í efnislega umræðu Islam og ég er búinn að hvetja það núna, hvetja fólk til þess í allt kvöld til þess að hefja þá umræðu. Efnislega umræðu innihald trúarbragðanna sjálfra, en það vandinn við að gera það. Og sáfandi sá að samtalið ekki nú þroskað. Við erum að gagnrýna skoðanir sem enginn hefur. Við erum að vitna í Kóranina hátt sem að enginn að verja. Samtalið þarf að geta átt sér stað áður en það verði eitthvað gagna því að ræða það efnislega. Ég hef búinn að gagnrýna Islam í mörg ár. Ég hef aldrei verið sakaður rasisma eða umburðarlyndisleysið eða neitt slíkt. Aldrei. Ég rifist við sjálfsagt 100 manns. Auðvitað á netinu aðalega. Og aðeins í Winnipeg þegar ég bjó þar. Já. Þetta getur Já, við erum báðir mjög gagnrýnir, en bara ég tek undir það að við þurfum að ræða þetta. Ég bara vona að það gerist.
Nei, ég var nú eiginlega bara að þakka bara Valdimar fyrir, en ég tilbúin að mæta á hvaða fund sem og ræða Íslam ef það fundarstjóri og maður far vernd fyrir fram í köllum og rugli, þá það alltaf ég alveg til hvað sem Já, ég ætlaði bara að vera með stuttu athugasemd með það sem Valdimar var að tala um. Það sem að mig langar að svara að segja við hann að þetta væri fyrir mér, þú veist, sem kona í varnarstöðu stundum gagnvart Íslam, þó ég sé ekki trúið á neitt máta, að þá myndi ég upplifa að þetta sé svo krafa að hafa andstæðinga innflytjenda í innflytjenda umræðu. Þetta bara sumt bara svona almennt mannréttindi, allir eru jafnir, en annars svo eru bara hitt sem hatur og fordómar. En málið ég ætla ekki að vera ósangjarn, ég ætla ekki að vera ósangjarn við hann Valdimar vegna þess að ég ekki viss að hann hafi verið fyrir ekki maður ekki að því þetta punktur sem svolítið langur afsakið, en málið ég ætla ekki að vera ósangjarn við hann Valdimar og gefa honum það að hann sé að tala að það sé raunverulega hægt að gagnrýna Íslam, en þeir sáuð ef að Valdimar, ég veit ekki hvort hann fylgdist með mínum fyrirlestri, en hann einmitt snýrist það að reyna að strípa Íslam af öllu þessari islamofóbísku umræðu til þess að sjá hvernig í óskupunum við hvað eftir, og ég ekki með svari fyrir því. Vinsamlegast, ef þú vilt fara og öskra getur þú bara gert það úti. Það ekki boðið hér. Taktu þetta bara úti, af því að það eru engir hér sem eiga skilið að þú standir og úðir þessu yfir þá og bless. Nú ætla ég að slíta þessum fundi, en það komin tími til, við erum komin yfir tíman. Takk ykkur sem tóku þátt í málefnum umræðum. Bless, bless.